Það vera einhvern formúla. Nei, við byrjaði bara. Hérna kostendur og eitthvað. Nei, við erum ekkert í því. Byrjum bara að tala Frosta. Já. Frosti skiptum skoðun á þér. Já, hann tók 180 gráðu beygju og mér fannst það svo fallegt, sko, því ég ætlaði bara að rare naked choke hann því ég myndi hitta hann, sko. Varstu svona fullnir? Ég var brjálaður út í hann. Brjálaður, sko. Okkur, Af því að, hann talaði svo illa um mig. En það allt í lagi. En það sem ég fattaði aldrei í þessari, í allar þessu vesinni sem var í gangi, að þegar það var verið að saka mig að vera einhver köllleiðtogi eða vera heila þvó mannskapinn, þá var náttúrulega verið að tala niður stelpunnar. Skilur mig. Og ég yfirleitt búin að hugsa marga leiki fram í tíma. Þú veist, ég veit alveg hvað að fara að gerast. Þú veist, ég ekki bara eitthvað spontant, bara eitthvað en þarna yfirsást mér þetta, því ég var alveg tilbúin að taka allan skítin í heimi, sko, á þessum tíma. Svo bara þegar þetta gerist, þá bara svo lítið upplýsingum hann úti og hann bara hoppar á þennan vagn og bara helviti harður og kritiskur og ég get náttúrulega líka sjálfur mér aldrei kennt, sko, að því leiti að ég var aldrei að tjá mig. Ég var aldrei að gera neitt. Þannig að hann í raun og veru bara að mynda sér skoðun á þeim upplýsingum sem eru fyrir. Og það sem ég fatta í dag að ég hefði sjálfsagt bara geta heyrt í honum og sagt að má ekki bara koma og gera grein fyrir málum mínu. En ég valdi bara að þegja. Þannig að ég í raun og veru átti þetta alveg skilu og ég tek alveg fulla, þú veist, ég bara responsible í sjálfu sér fyrir þessu, svona því ég hugsa tilbaka. En já. Hvað með þetta mitt að sko að því að þú svona einn af þessum karakterum sem að svona, ég myndi segja kannski, þú veist, í nútímanum þá upplýsingaflæðið þannig að þú veist að athyglisbann fólks ekkert mikið og það kemur einhver fyrirsögn eða einmitt, þú segir köldlítið eða eitthvað svona, að það en sko, ég upplifi eins og þú sért svona einn af þessum karakterum þar sem að fólk sem hefur mest á mótið þér hefur kannski ekki heyrt þið tala einmitt í klukkutíma eða það hefur aldrei sett þetta í samhengi. Nei, og það er allt samhengislust. Og það svolítið það sem gerist í nútímanum með fjölmiðlana, þú veist, þetta eru kannski stuttafréttir og eitthvað fyrirsagnir og svo eitthvað á samfélagsmiðlum, að þá, þú veist, hvernig að vera í þeirri stöðu að líða eins og maður sé ekki í samhengi? Sko, það er bara allt í lagi, þetta skiptir með einhver máli, en svo þegar þú ætlar síðan að hafa einhver áhrif og þú ætlar að breyta einhver, sko, þetta er fyrsta skipti þegar ég fer að þjálfa stelpur, sko, ég hef enga skoðanir eða rosa litla skoðanir á stjórnmálum til dæmis. Ég er bara svo erfitt með einhvern veginn að taka afstöða því að mér finnst ég alltaf vanta svo mikið samhengi. En ég hef mikla skoðun á svona einstaklingum, af því að bara í eðli mínu þá er ég bara prófælir. Ég bara hitt einhvern og þú veist, ég byrja bara að sensa svona alls konar treit hjá fólki. Þess vegna ef ég til dæmis alltaf bara vilja kjósa einstaklinga en ekki, ég geti fungerað vel í kommunisma og ég geti fungerað frábærlega í grjóthörðu kapitalisma. Þú veist, munun er bara fólkið sem kerir þetta. Þetta er allt einhverja playbækur sem ég bara væri til í, sko. Skilur hvað að fara. Ég hef rosa lítinn áhuga á leikkerfunum. Ég er bara áhuga á leikmununum, sko. Ok, þetta er áhugavert. Já. Komdu aðeins. Nei, ég meina, þetta er bara, þú veist, it's not about the X's and the O's, it's about the Jimmys and the Joes. Þú veist, þetta er ekki leikkerfin. Þú þarft leikmenn til að execute þetta. Og ef ég væri í einhverjum kapitalisma, þú veist, það sem að já, bara, sko, þú ert með gott, ríkt fólk, þú veist, sem allar ekki bara verða ríkt heldur en að gera hinna ríka líka, sem kapitalismi í raun og veru, sko, getur mjög auðveldlega gengið út á. Af því að það verður engin ríkur á þess að, þú veist, allar gera hinna ríka í kringum sig, en leið og þú allar að fara að búa til einhver win-lose situation, þar sem einhver annar tapar, þú veist, í staðan fyrir að bara allir vinna. Og ég veit til dæmis bara eins og í Bandaríkjunum, sko, þar sem að,
þú veist, mekka kapitalismans, að ég hef ekki hitt jafn mikið á ósérplægnu svona almennu fólki. Þú veist, bara allar þessar kirkjur og þessi skólar, þú veist, ég fekk að upplifa það að vera í samfélagi, sko, sem var svona einkaskóli í Bandaríkjunum þegar ég var í high school til dæmis. Og fólk setti alveg mega effort í það bara að vera með alls konar stuðning við fólk sem þurfti á einhverju hjálp að halda og þá náttúrulega vantaði helling upp á og svo kem ég til Íslands þar sem við búum í einhverju svona velferðarsamfélagi sko það sem er búið að ríkisvæða ósérplægnina sko þú ætlar í raun og láta peningiðin bara sjá það að hlúa að fólki. Já, einmitt, á einhvern nátt þetta er náttúrulega svona gömul sagan í hann, á einhvern nátt það miklu heilbriðara ef að fólkið í raun og vera að hjálpa hvort öðru frekar en við séum að treysta á að ríkið, sko, að því þetta og þetta er svona það sem Bandaríkin, þú veist, við erum með þess að hugmyndum Bandaríkin með þetta sé svona ultrakapitalist og þetta er alveg margt slæmtar. Bandaríkin er alls konar. Ég veit það, þess að þú ert að lýsa samt svona einhvern veginn þessi community, ef maður notar það orð. Já. Það sem maður hefur á tilfinningun einmitt að það er bara í alvörunni verið að hugsa náungan. Hvort sem það eru kirkjurnar eða minni samfélög ég hef séð þetta í Bandaríkjunum líka og manni finnst stundum eins og ég veit ekki hvort það sé út á trúleysinu að við séum komið svolítið langt frá þessu maður sér þetta meir út á landi á Íslandi, að þú veist, þá er þú veist, að þú festir bíliðin einhvers út á landi og sér skilti það er eitthvað bóndabær og hringir að þá bara er gæin að fara að mæta á traktornum og hjálpa þér upp en í Reykjavík er þetta ekki mikið stemning. Þú far vantilega, ég veit ekki, ég er svo sem ekkert ekki að vera að pæla rosa mikið í þessu en þú fer til dæmis svona stand-by effekt sko, skilur, stand-by effekt gerist þegar er rosa mikið af fólki og það bara liggur einhver bara í jörðinni og það eru bara allir að labba framhjá og þú bara gerir eins og þeir sem er fram að þig að þú dreifur einhverja ályktuna því að sá sem að þú veist, einhvern veginn fyrir fram að þig hann er bara að lesa aðstæðuna þannig að hann þurfi ekki að þess að halda svo ef að það væri bara kvöld og það væri ekki ná ferli og það væri bara einn maður, þú veist, þetta er svona vantilega færið upp í sveit og svo er þetta líka bara þessi svona siðferðislega leyfisveiting sko sem að við erum alltaf að gefa okkur sko fyrir því við erum svo mikið að keppast við það að selja fólki það að við séum gott fólk þú veist, við erum svo mikið að selja fólki það hvað við séum frábær og meiráttar sko og ég finn þetta bara, þú veist, ég bý í Garðabænum þú veist, ég veit ekki hvort að skólarnir þar einu sinni ná sko 5% af Íslendingum og erlendum uppruna svo ferði upp í Efra-Breiðholt og þú ert komin í Fellaskóla sem að, þú veist, hópurinn er 90% og fólki sem býr í Garðabænum það bara hefur ekki hugmynd hvernig íslenskt svona samfélagslegt fabrik er ofið saman skilur við að fara? Ég skil. Já. Og þegar við teljum okkur svona trú það við bara búum í rosa góðu umhverfi og það er allt æðislegt og meiráttar og það er engin fátækt í kringum okkur og það er engin sem hefur að slæmt og eitthvað og þetta sé bara allt gert vegna þess að við erum að borga svo mikið á sköttum og það er alltaf verið að segja við séum velferðarsamfélag og svo bara þegar að einhver segir já en þetta er ekki nóg gott en við Breiðholti og þá geta menn bara farið í alls konar tölfræði og sagt já miða við þessi lönd og þessi lönd þá erum við bara í góðum málum þá bara já miða við það. Förum aðeins í, að því mér langaði að tala við aðþennu og bara hvað búið að gera síðan síðast, en förum aðeins í þetta sem að tala með Breiðholtið og innflytjenduna, því að þú talaði aðeins það daginn í, ég held að það hefur verið Vísir sem var að tala við þig, og mér finnst það mjög áhugavert. Hvað er í gangi þarna sem að fólk er ekki að sjá og hvaða innsýn hefur þú verið að fá inn í kerfið og stjórnmálin með því að vera að vinna á gólfinu? Er þetta 4 tíma podcast? Það var eins og við þurfum. Já, sko. Ég keyri í 5 mínútur. Sko, ég held að jaðarinn á Garðabæ og jaðarinn á Efra-Breiðholti sé ekki meir en 5 mínútur. Og það er meira að segja þú lendir á rauðu ljósi. Það er mig. Þú veist, ef ég myndi keyra þetta bara straight í gegn, þá er þetta 3 mínútur. Og þetta er alveg magnað. Að sko finna hvernig þú á 3 mínútna kafla án rauðljósana
hvernig heimurinn breytist. Þú veist, það sko, þegar ég var að þjálfa í Garðabænum, þá var bara stúkan full af foreldrum. Þú veist, og kröfur foreldrana voru bara, þú veist, henni litla veðhlauparhissan mín og það verið að passa upp á hana og svona mikil hagsmunagæsla. Gríðarleg hagsmunagæsla. Það ætlar enginn að tapa í the money game eða verðlaunaleiknum þar, sko. Og fólk alveg hefur gríðarlegt vit á uppeldi og bara vit nákvæmlega hvernig þetta allt saman að vera. Og já, og svona mikið entitlement, svona tilætlunarsemi. Svo bara ferðu 3 mínútur burtu og það bara enginn að mæta á æfingar. Þetta bara, mér líður sem sé ég komin 30 ára aftur í tíman. Og svo ertu bara komin í hverfi, sko, þar sem að sko, hver eru dæmi. Sko, það alltaf bara mjög sérstakt að vera í Reykjavík og taka þátt í íþróttum versus það að vera í þessum minni bæjarfélögum. Því að sko bara sjálfstæðisflokkurinn, Garðabær og Stjarnan, þetta er bara svona kaðall, þetta er bara samofið. Svo kemur í, enda sérðu til þess bara árangur svona reykvískra íþróttaliða, sko, að svona miða við að hér búa flestir, þá er alveg mesti árangurinn svona pound for pound út á landi. Og þú veist, ég hef verið í íþróttum á Selfossi og ég hef verið á Akranesi og þetta er svo mikill stuðningur. Þannig að sko stuðningurinn er aðeins minni, þú veist, frá borginni, þú veist, þetta eru margir kulthópar, þessi íþróttalið sem þau í raun og veru eru. En svo ferðu upp í Efra-Breiðholt og þegar að ég er svona, sko, því ég er búin að fylgjast með Efra-Breiðholti mjög lengi og Efra-Breiðholtið er búið að vera í þessu trajectory, sko, með sko, þegar ég bjó í Efra-Breiðholtinu, þá var rosa mikið af fólki sem var svona á félagslega kerfinu. Og þetta er alltaf bara ótrúlegt og skulir byggja svona hverfi eins og fellin, sko, bara langa vitleysan. Þú veist hvað bygging það er? Já. Þú veist, það þekki það allir, ég meina, 1975 var þetta kölluðu langavitleysan. Og þannig að svona hópurinn á til að verða svolítið einsleitur að þessu leiti, þú skoðar til dæmis bara svona innkomu fólks og allt þetta og svo náttúrulega gerist það bara eftir því sem að fólk erlendum uppruna kemur inn og þarf að koma þessu fótunum og hefur ekki þessa félagslegu já, bara þennan félagslega styrkleika og fjárhagslega styrkleika og allt þetta, þá náttúrulega byrjar fólk að safnast þarna og svo hef ég bara tekið eftir því að Íslendingarnir eru á harða hlaupum út úr hverfinu. Svo þetta sá ég það að skólastjóri Fellaskóla var eitthvað að segja, kemur eitthvað viðtal eftir að ég og Eðvarð vorum búin að vera að tjá okkur og segir, já nei, ég hef ekki tekið eftir því. Það var bara að labba inn í skólan og taka eftir samfélaginu, þú veist, sem er fyrir framannan. Þetta er alveg galið. Og svo er maður að velta fyrir sér sko, að fólk svona áttar sig á því, sko, að því að það er áskorun í Garðabænum. Það er áskorun að takast á við entitlement. Þú veist, ég er ekki að segja það að krakkarnir í Garðabænum hafa það gott. Krakkarnir í Garðabænum hafa það helvíti skítt. Það er djöfult mikið af foreldrum, sko, sem að já, vantar ýmislegt, sko, þau hafa efnislega burði til að gera ýmislegt, skal ég segja þér, sko, en það, þú veist, maðurinn líður ekki að brauði einu saman, skilur mig, og það þarf bara, það þarf að blása smá svona spirit og anda í fullt af þessum krökkum og þessi vísa sem ég er alltaf að negla inn í þessa krakka, sko, sem er bara hvað er mikilvægur að standa sig vel, þú veist, hvað er mikilvægur að koma á völlin og standa sig vel, þú veist, það er að fara inn á völlin og gera hérna betri, þú veist, og vera að gefa gjöfina sína og vera team player og allt þetta, sko. Þú veist, þetta eru áskorunar sem að krakkarnir og það er mikill kvíði og mikil rugl í gangi. En svo þegar við ferðum upp í Efra-Breiðholt, sko, að þá er þetta einhvern veginn þannig að ég finn til dæmis fyrir miklu meira þakklæti fyrir allt sem ég geri. Í Breiðholtinu? Miklu meira. Og maður er svolítið peppaður, sko, að því leyti. Og svo vitum við það að, sko, þetta er að mörgu leyti dálítið nýgerst, nýskeið hvað við erum með einsleitt samfélag þarna upp frá og það sem að ef við skoðum bara nágrannalöndin og svona að þá gerist það og ég talaði um það, ég kallaði þetta fátæktargildru
sko fátæktagildran ekki bara efnisleg sko, þetta félagsleg fátækt og félagsleg fátækt undanfæri efnislegra fátæktar og fólk verður að fatta sko hvaða mikið sem hún færð út úr því að vera með góð tengsl. Þú veist, það sagði einhver við mig fyrir mörgum árum hérna, your net worth is your network. Að þú pælir í því. Og hérna, að þú sko ætlar að sko liquidata samböndið þín. Þú veist, að þú ætlar að taka samböndið þín og transforma því í bara pening. Veistu hvað er að meina? Bara hvers virði eru samböndið þín? Og þegar að þú ert að byggja upp einstakling, þá verður að passa þig á því að hann hafi sko, að ég er alltaf að tala um þetta, þú veist, ég er bara gangandi, bara auka virði fólks, það er bara eina sem ég er að gera. Ég er bara alltaf að hjálpa fólki að auka virði sitt og það er hinn raunverulega jafnréttisbarátta. Þessi jafnréttisbarátta á fyrst og fremst að ganga út á það að fólk fái tækifæri til þess að auka virði sitt. Þú færð ekkert gefins, þú þarfst að hafa fyrir þessu öllu, nema í raun og veru það eina sem þú færð gefins eru bara tækifærin og kennslan, svo er það bara undir þér komið að taka við henni. Og þegar þú ert með hóp, það er svo mikilvægt að samfélagi sé, sko, að þetta sé fjölbreytilegt og sko, svo finnst ég sko, búið að taka öll þessi orð sko, einhvern veginn og pornifæja allt saman sko, fjölbreytileikinn og allt þetta. Þú veist, við þurfum að fá, sko, ég myndi segja að það ekki fjölbreytileiki í Evrópuráðinu. Það ekki fjölbreytileiki. Ég man alltaf eftir því þegar fólk hérna sem ætlaði að vera öðruvísi, sko, það fór í MH. En það voru allir eins öðruvísi í MH einhvern veginn. Þú veist, það bara mæta allir og það er bara allir með blátt hár, sko, þannig að þú veist, allir þeir einhvern veginn svona hitta saman, þannig að við þurfum einhvern veginn að mixa þessu öllu upp. Það þarf að vera miklu meira mixt og við þurfum að passa okkur á því til dæmis að ég hef ekki gert vísindalega rannsókn á þessu en það er ótrúlega algengt, sérstaklega í körfubolta í dag sem ég þekki til. Men hver eru líkurnar á því að þeir sem eru bestir í körfubolta að mömmur þeirra eða pappar þeirra hafa verið landsliðsmenn? Ég þekki ekki. Það er mjög algengt. Og þá fæ ég það bara í hausinn aftur. Ég er bara með fullt af landsliðsmönnum í körfubolta og foreldrar þeirra voru landsliðsmenn. Hvað þýðir það? Það þýðir það einfaldlega að hinir krakkarnir eru ekki að fá þessa þjálfun, þessa virðisaukandi þjálfun bara í körfubolta eins og þeir sem í raun og veru sitja á þekkingunni, sitja á færninni. Skilurðu? Og þetta sér maður náttúrulega líka bara í menntakerfinu. En hvað er þú veist, bara svo ég klári þetta. Þannig að við erum í raun og veru að tala um það að við gerum, sko, það verður að vera staður þar sem að þú kemur inn og þú hefur engar tengingar, hvorki í gegnum bara fjölskylduna þeina eða samfélagið sem að þú þarft að vera algjörlega háður til þess að hvað, að þú verður góður akademiskur námsmaður eða þú verður góður smiður eða þú verður góður í íþróttunum eða þá að þú komir út úr þessu með gott tengslanett. Og fókusin þarf bara að vera allur þarna. Þannig að þú skoðar það sem ég hef verið að gera, þú veist, þessi baráttu fyrir stelpur, þú veist, þetta er ekkert ég líti aldrei á það að ég hef verið í einhverju rosalegri feminiskri baráttu eða ég sé einhverju rosalegri svona ég veit ekki hvað ég að kalla þetta innflytjenda baráttu, þú veist, þetta er bara við þurfum bara alltaf að vera að passa upp á krakkan okkar á þennan hátt og svo ástæðan fyrir því að menn nenna þess ekki og alltaf bara láta einhver kerfi sjá þetta þú veist, það er bara alltaf það er alveg sama, menn alltaf að henda einhverjum kerfum inn í þetta en það þarf bara stígvél á gólfið og við öll þurfum í raun og veru að átta okkur á því hvað okkur er treyst fyrir. Þú ert góður í einhverju, ég er góður í einhverju og það verða allir að þjálfa. Ég var að horfa viðtal við Michael Jordan, þú veist, tjóðlar í fúll út í hann maður. Þá situr hann eitthvað og er eitthvað að segja að hann gæti aldrei þjálfað af því hann hefði ekki þolið með þetta, af því hann er svo ógeðslega góður. Þú veist, hvað kjaftaði það? Til þess að verða svona mikið legend að þú alltaf ekki geta gefið gjöfina þennan. Það er alltaf að stoppa þar. Þú líka kransaði stíplan inn í samfélaginu. Fattarðu? Þú bara situr á einhverju alveg bara, þú veist, mentaldóti, en svo segir þú bara, ég
ég er bara svo ógeðslega góður og hinn allir bara auðmikið og skilgi neitt og ég ætla bara ekki að þjálfa neitt. Bara göfugasta sem þú nokkuð tíman gerir, það að þjálfa einhvern, það að valdefla einhvern. Þú veist, þetta er bara pólitík á í raun og veru að snúast þetta. Það er bara valdefling og skilja hvað orðið valdefling þýðir og skilja hvað orðið virðisaukning þýðir. Og fatta sko að þetta er ekki bara efnislegi hlutir, þú veist, þú þarft líka, og svo bara allar pælingar var það að efla fólk sko andlega og þar erum við náttúrulega bara út að skýta með þetta. Hvernig þá? Já, þú veist, það er ekkert karakter coaching í gangi. En þetta sem við nefnum vorum að tala byrjun með Bandaríkin og kirkjurnar og það fólk væri að leggja sig fram að þú veist, aðstóða á allt þetta. En síðan þetta sem við erum að nefna núna með kerfin að þú veist, eins og þetta þú nefnir þetta með Breiðholtið. Nú ég hef ekkert verið í Breiðholtinu bara, þú veist, ég keiri þannig gegn annars lagið, en annars bara veit ég ekkert, þú veist, þannig að mér líður stundum eins og þegar ég sé þetta sem þið eru að tala með Breiðholtið. Já, ég kláraði ekki punktinn, ég talaði svo mikið. Að þar sé bara önnur tímalínu í gangi, það er bara, ég bý hérna í sömu borg eins og þeir sem er í Breiðholti, en eins og þú varst að tala að fólki í Garðabæ vissi ekkert hvað væri í gangi þar. Ég veit ekkert hvað er í gangi upp í Breiðholt og þá fyrir maður bara fólki sem er inn á Alþingi, þú veist, það er andvaraleysi í gangi. Er einhver af þeim sem býr í Breiðholtinu, ég veit ekki, og þá, þú veist, við búum einhvern veginn kerfi þar sem stjórnmálamennirnir, leið og þeir geta sagt einhvern veginn, þeir geta hent fram einhverjum meðaltalstölum, að hlutirnir séu nú ekki á slæmri leið, þá er búið að afgreiða, en í raun og veru er öllum alveg sama, skilur hvað er að fara, þú veist, að með því að ég get einhvern veginn bara kofvera mig fyrir kostningar þegar ég þarf að svara fyrir hluti með því að ég geti notað einhverja meðaltalstölur að hlutirnir séu nú ekki á leiðinni alveg til helvítis. Vá, og hvað menn gera þetta? Já, þeir gera það alltaf og þá þarf ég ekkert að pæla í og þetta er bara alveg eins og hvort þú eru að tala útigangsfólk eða fíknivanda eða hvað sem það er. Bara leiðu ég ekkert einhvern veginn og það var kannski gott dæmi þetta var þegar að Guðmundur í Byrginu var með meðferðarheimili Byrgið, og það var svona, ég meina, hann hjálpaði mjög mörgum, en síðan kemur náttúrulega bara í ljós að bara hræðilega hlutir í gangi þarna. Og það var Guðmundur, já, stjórnvöld voru bara, ok, við erum búin að bara losna við erfiðasta hópinn og það er bara eitthvað gæja þarna sem er til að við hendum bara einhverjum pening í stofnunina hans og hann bara græðir þetta. En það er engin raunverulega pæli hvað er í gangi. Nei, einmitt. Og að því þú ert sko að tala Breiðholtið og þú ert með innsýn inn í hvað er í gangi þar og þá hugsa maður, þú veist, í raun og veru er allir alveg sama. Ok, sko, hérna er, sko, ég er að skoða einhverja tölfræði og hvað svoleiðis og ef að tölfræði sem kemur frá borginni segir það að sé lægri þáttakarna þá er hún ennþá verri heldur en borgin sína sko. Og það er red flag. Það sem er líka red flag er það að ég er að tala, sko, ég tala vil, sko, að því að hérna, eftir þessi grein kemur út og þú veist alveg hvernig þetta er, þá byrjar fólk að hafa samband við þig og það eru 6 eða 7 kennarar sem eru búin að hafa samband við mig og þeir segja bara við mig, þetta er bara verra en þú ert að lýsa og ég var raunveru bara að tala um það Hvað er það sem er svo slæmt? Ég er að koma að því. Það er hérna, ég er til dæmis með krakka sem eru búin að búa á Íslandi og ég get ekki átt í samræðum við þau á hérna íslensku og hérna og svo er það í raunveru bara það að þú veist, þetta er bara svo margt sko, svo þegar við mætum upp í hérna Austurberg, upp í íþróttahúsið sko, það er nýbúið að byggja sko milljarða hérna mannvirki niður í Seljakörfu, milljarðars og þar er verið að veluna sem sagt íringa fyrir velunin störf en þegar við erum að skoða tölfræðin í fyrsta skipti þá sjáum við það til dæmis að það eru eitthvað 350-360 krakkar sem eru yktartölur, íþróttafélög eru alltaf að íkja þáttöku að því að þau fá greitt fyrir slíkt það er mikið spilling í gangi þar til dæmis og hérna, en með við það að þá eru sko, þetta eru 2-10.000 manna hverfi af þessum 350 sem eru skráðir í parkettgreinarnar, handbolta og körfubolta, það eru 22 úr hinu 10.000 manna hverfinu. Þetta er bara galið. Og þú veist, og þó það væri 50, skilur mig, Ég skilur. þó það væri 100, og svo
mætum við þarna uppbyttir og þetta er alltaf fyndið og þetta tala hvað hérna hann í Byrginu, Guðmundur í Byrginu. Já, það er síðan það að svo fyrir við þarna uppbyttir og við erum svona sjálfboðaliðir. Við erum bara svona, ég er bara hérna Guðmundur í Byrginu sem mætið þarna og segjum bara ég sé bara einhver pedofíll. Fattar við? Segjum bara ég sé bara ógeðslegu kall með eitthvað barnagirnd. Já. Og séum við einhver annáleg markmið þarna, að það var þannig að sko, borgin er ekki að gera neitt til þess að hjálpa okkur. Þú veist, við erum með sko stigatöflu sem stoppar 8 sinnum í hverjum leik. Og við erum að reyna að fá borgina til að laga þetta. Þú veist, þegar við ætlum að fara inn í húsið, þá veit Reykjavíkurborg að við erum að fara inn. Það er ekki einasta karfa í húsinu og þetta vissum við sko ári áður við vorum að fara inn í húsið sem var löguð og sett í regulation. Hann var bara sett í rétta hæð og stemmuð af á vellinum. Heyrðu, svo er klukkan í húsinu, hún bilar 8 sinnum í leið. Vistu hvað þetta er mikið vanvirðing við krakkar sem eru í íþróttum að það bara hrynur stigataflan og það þarf að endurræsa hana 8 sinnum í leik. Það er svo ekki fyrir körfuknattleik sambandið sko, sem að við erum ekki beint í náðinni hjá sendir út einhvers konar tilkynningu og segir, heyrðu, það bara við hættum að vera með leiki þarna. Þá fyrir Reykjavíkurborg á stað. Þú veist, og við erum með hverfi sem allir er að tala að þurfa að koma upp og það er sko, það er að tala að Fellaskóli sé ekki sérskóli. Þetta er sérskóli, það verður að setja ennþá meiri peningarn inn. Þú veist, það er ekki margir skólar í Reykjavíkurborg þar sem að bara yfirlýst markmið bara hér eru allir kennarar, íslensku kennarar. Þú veist. En býtu, svo sem sagt höldum við áfram og erum sem sagt að keyra í þessu og það er svo mikið andvaraleysi í gangi. Þannig að þá ekki, sko, þá ekki að fara til og segja hvað eru það að gera? Hvað ætlið að gera? Sko, við erum tilbúin að fara í samstarf með ykkur. Þetta er árangur sem við viljum sjá. Svo er eitt sem er ógeðslega áhugavert líka, sko. Að eftir því sem að því að nú erum við meistaraflokk, það eina sem að umhverfið mitt skilur er að ég næ einhverju meistaraflokksliði upp í úrvalsdeild. Ég geti verið að bjarga heilu barnaþorpi og það væri öllum drullu sama þó að yfirlýst stefna og svona rhetoric sem er í gangi fyrir kosningar gangi út á það að menn gera sig grein fyrir hvað þetta er og það þurfa að gera eitthvað. Þetta er fáránlegt. En þá einmitt þetta sem þú ert að segja núna, það fær mann þess að hugsa, það er svolítið innbyggt inn í systemið að fólk nenni ekkert að vera í því sem þú ert að gera af því það er miklu þægilega að fara bara í meistaraflokkinu og fá kreditið og það er eitthvað að gerast. Þannig að þá hugsa maður svona að við tölum aðeins um stóru myndina. Hver er lausnin í því því við byrjuðum að svo við fara aftur í þetta sem við vorum að tala um Bandaríkin. Hver er lausnin í því að búa til einhvern veginn hópa fólki sem er ekki sama þannig að þau einhvern veginn, skilur við, þannig að við tökum þetta í okkar eigin hendur frekar en við séum alltaf að bíða eftir kerfinu. Heyrðu, það er að fara í podcast. Í alvöru. Þessi podcast eru bara málgagn mitt, sko. Þetta er eina ástæðan fyrir podcast. Ég er alltaf með massíft agenda, sko. Ég er bara varðandi að einhvern veginn, sko, útskýra þetta og hvað við erum að gera og ég fæ alltaf rosa viðbröð eftir þetta og það er alltaf einhverju tilbúð. Það er fólk að núti, sko, svo er líka eitt sem er áhugavert og það er fullt af fólki úti sem er tilbúið í sjálfboðavinnu. En þegar að þú ert búin að fara í sjálfboðavinnu nokkru sinnum og sá sem ert að vinna fyrir þetta, fyndi ég var að tala við eitt valsara daginn. Hann var að segja, það er svo erfitt að fá fólki í sjálfboðavinnu þarna og þú ert inn í Val og Valur veit ekkert hvað Valur er. Það er eina stundina, sko, þá verið að tala um einhvers konar almannaheill, sko, sem gengur út á það að Valur hefur einhvers konar hlutverki að gegna í hverfinu, þú veist, lýðheilsa og svona activity og eitthvað þetta. En svo hinum endanum, að þá er þetta bara svona massív einhver atvinnumennska og það tala um fasteignafélagi Val. Já. Og Valur veit ekkert hvað hann er, þannig að ef ég var að koma inn í einhverja sjálfboðaliða vinnu, þú veist, í fótboltanum
og svo bara Gylfi Sig ráðin hérna inn, ég veit ekkert hvað hann að fá borga fyrir þetta, þá ekkert skrítið að vera eitthvað svona smá skamhlup í hausnum á þér og þú segir bara, hvað þetta? En svo þú veist, og svo ertu í einhverju svona sjálfbæðavinnu þarna og svo kannski tekur eftir því að það bara verið að setja 98% af resourceunum inn í meistaraflokkana og þú hugsa bara, já, heyrðu, svo ég með börn hérna og það alltaf verið að selja sko, það sem svo áhugavert við þess að ég geti talað þetta í allan dag það svo áhugavert að pæla í því sögunni sem fólk segir sjálfum sér þegar það til dæmis skráir börnin sinn inn í íþróttastarf þú veist, hvað viltu fá fyrir það þegar barnið þitt fer inn í íþróttastarf þú veist og margir skreita sig með einhver svona mannlegum gildum og eitthvað þú veist, það sem þú átt að verða sterkar í einstaklingur og þú lærir svo mikið í gegnum þetta og eitthvað svona. Ég segi bullshit í langflestum af þessum félögum. Sko bara það eitt að stíga á parkett og leika sér eitthvað svona, það valdeflandi, en það svo miklu meira potential til þess að gera þetta að einhvers konar classroom, þar sem að þú sko eflir bara svona huglaga mental getu einstaklingana, siðferði það svo það magna hvað þetta að vinna með siðferði í íþróttum og svo leiðtogaþjálfun og svo, þú veist, og svo segja allir, já, þú ert ekkert að gera þetta mikið öðruvísi heldur en aðrir ég að gera þetta öðruvísi og ég þarf að fara að hamra svolítið á því, sko af því að fólk veit ekkert hvað við erum að gera, þú veist, við erum með bara massífa tíma sem nótabenni eitt sem við erum að reyna að fá upp í Breiðholti, það kjallari, bara koma því að það kjallari undir íþróttahúsinu sem ekki búin að vera notaður og ég veit ekki bara hvað í gangi inn í borginni, þetta væri svona, við getum haft þetta sem félagsmiðstöð, kennslustofu, það ekkert verið að nota þetta og þetta svona make or break fyrir þetta prógram sem við erum að keyra, við erum búin að útskýra fyrir, við ætlum að vera með heimanám, það verið að gagnrýna mig, sko ég náttúrulega með sko japanskan þjálfara og bandaríska og pólska þjálfara og öll kennsla mín fer fram á ensku, annars bara getum við ekki haldið þessu úti, en við ætlum að bæta það upp með því til dæmis að vera með heimspekikennslu, þú veist, við ætlum að vera með stuðning í heimanámi og svo íslensku kennslu þarna niðri. Og það bara tækifærið þarna og borgin að draga lappirnar forever í þessu. Og meðan eftir bara með fullt af einhverjum sjálfbáðum og langflestir sem væri ekki með einhverja mótþróa streituröskun og svona þrjóskir, sko, þeir væru löngu farnir. Ég skilji. Skilur mig? Ég skilji. Þetta bara, þú þarft þrjóskasta mann á Íslandi til þess að einhvern veginn að keyra þetta í gegn. Jú, svo kemur þetta, en það kemur með alls konar hótunum og alls konar einhverju. En akkur einmitt að við farum í stóru myndina það sem þú ert að gera, þú sagðir áðan að þú ekki í einhverju feminískri baróttu, samt ertu búin að vera að þjálfa stelpur og þú veist, það kemur út heimildamynd og svona, af hverju að vera í þessu? Þú veist, af hverju að búa til aðeinu? Hver er stóra pæling? Sko, fyrsta pælingin náttúrulega bara ég færi inn í eitthvað félag á Íslandi og er búið að reka mig eftir 2 vikur. Af hverju? Af því að bara, klúbarnir höndla ekki sannleikan. Þeir höndla ekki, sko, fyrstu prósenturnar af sannleikan. Ok, útskýrðu aðeins betur. Já, bara eins og til dæmis bara, við íþróttafélögin eru bara í gíslingu, þú veist, þegar við erum að tala almannaheill, þegar við erum að tala þegar við erum að tala sko, yngri flokka starfsemina í þessum klúbum. Hún í gíslingu foreldra. Þetta bara svipað eins og ætlar að reka Landspítalann og stjórn Landspítalans væri rekin af sko foreldrum og aðstandendum sjúklinga. Ég skilji. Já. Þú veist, við erum massív traumatized þjóð ef ég hef einhvern tíma séð hana. Og þú erum alltaf átt af því að ef þú ætlar að þjálfa 10-20 barna hóp þá færðu svona kannski smá svona, mismöndi hvar þú ert, en þú færð einhvers konar þverskurð af samfélaginu og ég meina af 10 manns, sko, þá 1 eða 2 foreldrar bara steypu geðveikir. 1 eða 2 á hverjum 10? Já. Bara borderline geðsjúklingar, sko. Hvernig myndir þú skilgreina það? Já, ég myndi bara skilgreina það sem sko ég til dæmis þegar að þjálfa stelpur
þú veist, þá það einfallega þannig að, sko, ef þú pælir til dæmis í öllu þessu svona uproar, þessum látum sem hefur verið í kringum mig í að þjálfa stelpur. Veistu hvað í raun og veru eina sem ég hef gert? Veistu hvað það innan nutshell? Komdu með það. Ég þjálfa stelpur eins og ég hef alltaf þjálfa stráka. Einmitt. Það eina sem ég hef gert. Einmitt. Og það mjög áhugavert að fylgjast með til dæmis aðkomu foreldra að, sko, iðkun, og nú er ég að tala eins og félagsfræðingur, sko. Ég er að taka svona stóru myndina. En þetta komin inn í mjög mikilvægan punkt sem þannig sá ég þetta allan tíman. Aha. Þegar ég er að horfa á þetta utanfrá og svo kíkja á æfingu hjá þér, þá sé ég, ok, þetta er svona bara eins og frekar intensífur þjálfari fyrir unga stráka. En ekkert annars, skilur. Þetta er bara intensív þjálfun. Já. En ef þetta væri ungi strákar, þá væri ekki sagt píp. Ekki píp. Nei. Og þú veist, og þá getur við alveg farið í og þetta veit ég, Sölvi, þess að ég er búin að búa báðum megin við borðið. En þá er ég að segja, ef við viljum fara niður í að bara greina þetta, þá væri alveg rök í sjálfu sér hjá þeim sem er að gagnrýna þig, að segja já, bara það á ekki að koma eins fram við unga drengi og unga stelpur, og það er alveg rök. Þá myndir þú segja bara, kynin eru ólík, og bara ungar stelpur þurfa ekki þess að halda, en sama fólkið verið að gagnrýna þig, er sama fólkið og segir að það sé bara engin munur á kynjunum. Amen, brother. Og þetta er alveg galið. Þetta er alveg galið. Þannig að sama tíma þá verið að segja að fáum að sama fyrir stelpur og hugsa þér, sko, við ætlum að fara í körfubolta. Körfubolti í eðli sínu er frekju íþrótt. Ég ætla að taka af þér boltan, ég ætla að ýta þér, ég ætla að plata þig, ég ætla að plotta þig, þú veist, þetta er bara ofbeldi, skilurðu, þetta er samþykkt ofbeldi. Þú veist, svo þegar ég einn uppáhaldsfélagsfræðingurinn minn í HR, hann talar það, sko, það eru önnur gildi í kvennasportinu. Þú veist, þetta er svo þegar ég hef einhvern tíma talað það í podcasti, sko, að þegar ég var í Stjörnunni og ætlaði að skipta hópnum eftir áhuga, þá komu foreldratíminn og segi, það eru rannsóknir sem sýna fram á það að stelpur eru í íþróttum að öðrum ástæðum heldur en strákar. Ég segi, það er ekki bælti í ruglinu, það er ekki afleiðing, nei, það er ekki orsök, það er afleiðing. Þú tekur allt í burtu frá stelpuna og þú skora vinkonahópurinn herra. Bara segja sér sjálft og fólk er ekki að hugsa halva hugsun í gegnum þetta. Þannig að ég hef alveg þjálfað litla stelpur, sko, alveg upp, og ég sé að það er miklu meira líkari með stelpum en strákum. Svo á ég náttúrulega einn bara mentor sem er bara Magga Pála í hjallastefnunni. Sko, Jesús með hvað Magga Pála hefur hjálpað mér mikið í þessu. Og ég og Magga Pála virðumst hafa komist að nákvæmlega sömu niðurstöðu í gegnum starfið okkar, og það er svo fyndið, sko, þannig að ég vissi voða lítið hjallastefnuna, sko, ég tengdi alltaf Möggu Pálu bara við baráttu samkynhneigðra, sko. Einmitt. Þegar ég var 10 ára var að lesa, ég man eftir, sko, ég var alltaf að lesa úr Felum, sem var málga samtakana 78. Ég var alveg bara áfram homman, sko. Það var eitthvað svona punk, það var svo mikið punk í þeim þá, sko. Já, en talandi hana einmitt, það er punk í henni, hún er alltaf verið rebel og svona... Hún hitti mig og sagði, sko, það sem við höfum samilegt, sko, við erum með mótþróa steindur, sko. En hvernig myndir þú, sko, að því bara að maður fer inn í þessu umræðu sem er svona... Pælti samt í einu, ég verð að segja eitt, sko, við erum að snerta á, sko, helt djúpum pakka. Þú veist, okkur dugar ekki dagurinn til þess að kryfja þetta. Þetta er svo, þú veist, og þegar að menn eru að hugsa bara hvernig stendur á því að þjálfari 11 ára stúlkna er allt í raun komin í hard talk sjónvarpsþátt eins og Kastljós á sínum tíma. Einmitt. Þetta var bara, ég var bara komið þangað. Það átti bara, þú veist, og ég bara, hvert erum við komin? En það er það sem að mér stemmir svo gaman við, þetta er svolítið eins og þetta er auðvitað ekki sambarið, en eins og með COVID, þegar fólk er að tala COVID, þá er alltaf bara... Já, þú fyrir alltaf í COVID. Já, ég ætla að fá að útskýra hans hvert ég er að fara. Því fyrir flestum er það bara, þetta er bara faraldur og þetta er smitsjúkdómur. Nei, fyrir mér er þetta skurðpunktur í svo margar siðferðilegar umræður.
hvernig við að hafa upplýsingarflæði gegnum fjölmiðla, hvenær eiga stjórnvöld að stíga inn í og hvenær ekki, hvers virði eitt mannslíf í því að stoppa samfélagið. Þetta bara skurðpunktur inn í ótrúlega margar stóra umræður. Og þess vegna þegar þú ert að segja að þú sért allt í einu komin inn í hardtók þátt eins og Kastljós, þá finnst mér í staðin fyrir að við búum í þannig samfélagi og ég veit ekki hvort þetta hafi ágerst og versnað, þetta bara leið að kemur eitthvað svona sem að gera eitthvað kontroversial, að það bara hent beint í polariseringunna, annarkvort bara dýrkar mannin eða þú hatar hann, í staðin fyrir að segja, herðu, getum við tekið það sem hann að gera og nota það sem umræðu, þetta svona skurðpunktur inn í alls konar umræðu. Hvernig eigum að meðfælla kanna í þú segir umræða, það engin andskotans umræða og þú veist, ég með hérna og það liggur í einhverju einasta podcasti sem ég mæti í þá skora ég á hérna, þeir sem að stjórna háskólanum í Reykjavík íþróttabrautin og allt þetta sem bara mesti heitirvagn á Íslandi gagnvart því sem ég að gera, hvenær ætlar þetta fólk að fá mig í heimsókn og ræða málin, eitthvað fólk sem í einhverjum fílabeinsturni skiluru og það bara sannleikurinn hérna hann mjög snúinn og það á ekki að vera neitt debatt og það á ekki að vera neinar umræður, heldur alltaf að þú bara vera í einhverjum skotgröfum upp í Öskjuhlíð. En við erum komin rosalega langt þangað sem samfélag og þetta örugglega líka bara gerast í hinu vestræna heimi að debatar eru svolítið að heyra sögunni til. Það bara, ef þú ert ekki sammála mér þá ert þú óvinur minn og ég veit, og hvað með þessi podcast sem eru þá hérna öll komin inn í einhverjum svona búblur. Já, mér til dæmis, bara nýlegt dæmi að þú þekkir nú hérna hana Hönnu Björg, kynjafræði. Já, að því hún búin að segja opinberlega að hana langi að taka umræðuna. Já. Ég bauði henni að koma hingað. Já. Að því mér langar svo mikið að fá einhverja sem eru bara alveg hinum einn á línunni í þegar kemur að réttrúnaðinum og bara alls konar hugmynd. En þau vilja ekki ræða málin. Nei. Þau vilja ekki ræða málin. Þannig að hérna Já, og hérna En mér langar að spyrja þig að því ég veit að þú ert ef við tölum þetta kannski svona klísja að tala réttrúnaða fólki og réttrúnaða, en ég veit svolítið hvoru megin þú ert þar, að þú ert ekki hrifin að þessum réttrúnaði, en á sama tíma áhugavert að einhverjir sem væru kannski þín megin við línuna myndu segja það bara mjög mikill munur á stúlkum og drengjum og það á að meðhöndla þau ólíkt. Skilurðu, við erum búin að vera að færa okkur inn í, þú veist, og nú ég kannski komin á svolítið hálan ís, en við erum búin að vera að færa okkur þangað að það sé engin munur á stúlkum og drengjum og þeir sem ganga lengst segja, kyn í raun og veru bara eitthvað sem að, þú veist, þetta eitthvað svona konstrukt sem hent á okkur á fæðingu, þú strákur og þá þér sagt og þeir að vera í aksjónleikjum og elska bláan lit, en í raun og veru engin munur á okkur. Ég bara ósammála þessu. Ég vil bara meina að það er bara líffræðilegu munur á körlum og konum. Svo þetta geta verið til konur sem eru með ákveðin element og síðan eru karlar sem eru með ákveðin kvenlega element, þannig að auðvitað getur maður ekki aðlæft. Hvert er þitt take á því? Wow, maður. Mér finnst þetta bara þetta bara svona umræða sem að við, í raun og veru er þetta skurðpunktur í ákveðinu menningarstríði, en samt tökum við aldrei þessu umræðu. Já. Ég var boðið í einhvern sjónvarpsþátt sem hefur síðan aldrei komið út. Það var einhverja pallborðsumræður. Það sem að ég, framkvæmdastjóri ISÍ og einhver íþróttakennari í einhver menntaskóla, hvað kallað, einhver tómstundafræðingur og einhverjir voru mættir og ég held að ég hafi átt að mæta þarna því að það héldu það allir að ég var að tala um það að það bara ætti ekki að vera neinn kyn í íþróttum og mér finnst það alveg galin pæling því að ef þú leggur á stað til dæmis með, ef þú ert svona jafnréttis sinnaður, þú veist, hvaða jafnrétti er það að hvaða karl sem geti bara labbað inn í einhverja kvenna íþrótt og byrjaði að rústa einhverjum nefnilega kemnum og sundmótum og eitthvað svoleiðis og þetta er í eina skiptið sem að ég hef byrjað að pæla í svona genderpælingum því að ég bara all for it ef einhverjum líður eins og hann sé í röngum líkama og hann upplýsir þannig og vilja gera eitthvað í því þá er ég bara ég hef ekkert við það að athuga. Sammála. Svo ef ég er að þjálfa einhverja stelpur
og það einhver, sko, að því að, þú veist, ég alveg nuffið það, sko, það ólöglegt að taka karlkyns hormón bara sem kallmaður til þess að fá búst. Fattar þú veist, þannig að ég kem bara frá því paradæmi. Þannig ég bara hugsa þetta sem bara svindlið í leiknum. Að þú fáir einhver fórgjöf. Og þetta var ótrúlega áhugavert að setja við þetta hringborð, sko. Það var, og bestur ekki, þegar ég spurði, og þessi þáttur aldrei komið út. Þessu svo fyndið. Það var eins og ég hefði... Hvað átt hann að byrtast? Ég veit það ekki, þetta var bara rosa setup. Þú veist, það var bara fullt af kamerum og... Þú veist ekki hvort það hefði verið Rúf? Það var Rúf. Rúf? Já, Rúf, ok. Já, og ég veit bara ekki hvort að þetta hafi bara ekki staðist tíman tönn eða hvort að menn hafi bara farið og bara hugsa bara, nei, við getum ekki byrt þetta vegna þess að þú getur ekki tekið þessa umræðu bara á einhverju pallborði með mjög einsleiknum hóp. Þetta er bara svona svipað... Voru allir hinn... Varstu þið þjóðfundinum á Íslandi? Já. Hvað geðsíki var það? Bara, já, við ætlum bara, þú veist, hvaða fulltrúar okkar voru saman komnir það að ákveða hver gildismat þjóðarinnar ætti að vera á endurskoða hérna stjórnarskrána. En anyway, þannig að þetta var eitthvað svona þjóðþing sem átti greinlega að tala þetta og þar fekk ég alls konar, sko, því að svo bara hef ég ekkert pælt í þessu fyrir það síðar. Veist, og þá kom einhver og sagði við mig hérna í þessum hópi, ég sagði bara svona, já, en þetta er ekkert ósanngjarnt vegna þess að viðkomandi svo þunglindur. Þessi transgender einstaklingur. Þannig að það vinnur á móti þá svona beinabyggingu hans ef hann sem sagt sundmaður og hefur stærri axlir og betra sundtak og eitthvað svona. Og ég sagði bara, ég fór heim þennan dag og ég sagði bara, þú veist, ég býi í Lalalandi? Þú veist, eitthvað að? Annarkvæmt ég í Lalalandi eða ég þarf að fara í geðrannsókn. Það þarf að tjekka á mér. Þú veist... Ég var bara aftur, ég stattur í Matrixinu hérna, bara Morpheus að fara að mæta og bara bjóða mér einhverja töflur hérna. En það er þangað sem við erum komin og þess vegna finnst mér þetta góð umræða að taka með einhverjum eins og þér. Þú sagðir áðan að íþróttafélagin höndluðu ekki einu svona brota sannleikanum. Ekki brota sannleikanum. Mér skrítið við sem samfélag erum komin þangað að eitthvað sem þú ert að segja eins og núna og þetta, þú veist, fyrir mér bara hvernig getur þú komist að þeirri niðurstöðu. Ég meina ef að LeBron James myndi vera hleypt inn í WNBA, maðurinn væri með 120 stiga meðaltal í leik, sko. Hvernig getur þú reynt að halda þig fram að það sé ekki munur? Og ég þekki engar stelpur í íþróttum. Ég þekki engar stelpur í íþróttum sem fíla þessa pælingar. Enginn. Fíla þær pælingar að við eigum bara að hérna hleypa kallmönnum. Já, og svo, þú veist, og svo ég fylgi svo lítið með þessu og ég bara trúi ekki alltaf að þetta sé umræðan. En ég satt á þessu pallborði það sem fólk var í alvöru að halda þessu fram. En hérna, þú veist, að þetta væri lagi, að þetta ætti að gera þetta. En upplifur þau... Sko, því að þú voru að muna það, ég var að berjast fyrir því að ég var með stelpulið, sko, þetta er áhugavert. Þegar ég með liðið mitt, sko, þegar ég byrja að þjálfa dóttur mína, ég er big picture gaur, veist, ég er búin að svo lengi í þessu og ég er bara strax byrja að hugsa 10 ár fram í tíman með hana. Ég held þjálfara skóla fyrir konur þegar stelpunar eru 8 ára gamlar, af því að mér fannst ótrúlega áhugaverð pæling. Mér er svo gaman að taka þátt í einhverju svona sem enginn hefur gert í sportinu, eins og til dæmis bara Sölvi, kona hefur aldrei þjálfað meistaraflokkslið í handbolta, fótbolta eða körfubolta í efstu deild. Klikku staðreynd. Í kvennaíþróttum? Nei, karlaíþróttum. Karlaíþróttum, já. Veistu það, mér finnst það að vera ein svona rugglaðasta staðreyndin í þessum genderpælingum. Hvað er það? Þannig að það einhverjar stelpur að núti, þá skal ég verða mentor fyrir þær ef þær vilja go for it. En það er það sem mér finnst svo áhugavert við einstaklingar eins og þig, að þegar þú ert að lýsa þessu pallborði, þá er ég alveg sammálaður. Ég er alveg bara, já, ég er sammála, bara þarf ég geðrannsókn, skilur, eða er ég bara, þú veist, en á sama tíma skilur hvað er að fara, sá sem að væri í því, ef ég að vera að taka með svona stereotypur, sá sem væri í því að verja tíma sínum í að því þú ert mjög færi í því sem þú ert að gera og þú ert að verja tíma þínum í
unga konur og stelpur og nú að tala þetta með að kona hafi ekki þjálfað í meistaraflokki og allt þetta að þá myndi einhvern veginn svona stereotypan segja að þá værir þú sá hluta pallborðinu sem værir að segja að það væri engin munur á kynjónum og þú værir þeim megin við línuna. Skilur hver það? Ég er svo marga góða sögur sko. Leið mér að halda þessu narratífi samt að þetta situr hlutina í rosalega samhengi. Þannig að dóttir mín 8 ára, þá byrja ég og ég hugsa, ég ætla að auglýsa þjálfara námskeið fyrir konur. Og ég segi bara og af hverju gerði ég það? Það bara eins að menn segðu bara ef að stelpunar fá að mæta allar saman, þá meiri líkur á að þær mæti. Þegar þær nenni ekki mæta þarna ef að strákarnir eru þarna, þegar þeir taka svo mikið pláss. Svo er ég að tala við þær og tíminn sem fór í að ræða til dæmis bara alla perrana inn í hreyfingunni. Það var alveg magnað. Því að fyrsta sem ég hugsaði var, ég var alltaf að setja dóttur mína í þessi situation. Og þarna voru aðilar sem voru að perrast í stelpunum, sem voru, sko, fyrir mér voru þetta bara algjörir lúðar. Og ég hugsaði bara, heyrðu, af hverju jarðið þið ekki þessa gæja bara? Þú veist, af hverju konfrontið þá ekki? Og þá sagði einhver, já, hann er landsliðsþjálfari eða hefur verið að vinna með landsliðin og ég vil ekki skemma möguleikana mín á því og ég sagði bara, heyrðu, nú þurfum við bara aðeins að spóla tilbaka og við þurfum aðeins að átta okkur á því að áður en við byrjum í íþróttum, þá verðum við að vita fyrir hvað við stöndum. Og það er mikilvægara heldur en einhver að spila fyrir eitthvað landslið sem eru raun og veru ekkert annað heldur en bara úrval úr einhverjum liðum sem eru partur af einhverju sambandi, skilurðu, sem ætlar að standa fyrir hvað, sko, því að þú veist, svo fer fólk og það er verið að spila í þjóðsöngin og þú heldur bara fyrir fánan eða heldur fyrir KKÍ-merkið og eitthvað og fyrir hvað stendur þetta? Þú skilurðu, þannig að ég vorkenni engum að þurfa að taka alvöru afstöðu og segja, nei, ég ætla ekki að taka þátt í þessari vitleysu. Það er mikilvægara að þú standir fyrir eitthvað að því að bara, ef við skoðum þetta bara, sko, öll jafnréttisbarátta, öll stéttabarátta hefur gengið út á gríðarlegar fórnir. Kynslóðin sem er í dag, henni finnst hún eiga allt skilið. Þér finnst hún bara eiga skilið að spila einhvern landsleik og þetta er ekki fucking skilið að spila einhvern landsleik, þetta eru forréttindi. Og fólk verður að gera greinamenn á réttindum og forréttindum og áður en að þú stígur inn og setur nafnið til dæmis, bara eins og til dæmis allar þessar stelpur sko, sem hefur verið að traðka á en fara svo aftur inn í klúbbana sem að lögðu niður meistaraflokkana fyrir 2 eða 3 árum síðan. Þú veist, Stjarnan leggur niður kvennastarfið sitt þegar að stelpunar mínar fara aftur inn í Stjörnuna þegar ég er rekin úr IR og það, já, í fjölmiðlum þá segja þeir sko, við erum að leggja þetta niður, bara þetta meikar ekki sens, allt of fáar heimastelpur, allt of dýrt prógram, en kallaliðið þeirra, það var þess að grein sem birtist sko 2 mánuðum á undan, já, þess að grein, það sem hafa verið að sína fram á það að Stjarnan var með fæstar mínútur spilaðar af heimastrákum og þú veist, og rökin bara, þú veist, það er enginn að pæla í neinu nema litla raskatuna á sjálfum sér og bara svona verja sig og það ætlar enginn að segja bara, heyrðu, ég þarf að taka fight fyrir liðið, take it for the team, sko, til þess að það geti orðið betra, því að annars enduðu bara í nasisma, skilurðu, annars enduðu bara í ritskoðu Rússlandi Pútíns eða skilurðu. En einmitt þetta, þá kannski komum við á þetta sem að þú veist að tala með virði og virðis, þú veist að, hvernig orðaður, þú sagðir að þú værir fyrst og fremst að auka virði fólks. Þá hugsa maður einmitt hvort sem að maður eins og þú sem ert að vinna í gegnum, eða kennarar, eða þeir sem er að vinna með ungum krökkum. Að maður hugsa mér finnst við búið í samfélagi sem er orðið rosalega prinsiplaust og fólk er rosa mikið að hugsa raskati á sjálfu sér og fólk er upp til hópa bara ekki til í að segja sannleikann. Já, ég er svo hjartanlega sammálaður. Hvert myndum við fara ef að við myndum byrja átak í því að við myndum byrja að byggja upp kynslóð sem eins og segir, það sem væri bara það mikilvægast að öllu verið segja sannleikann, mikilvægast að öllu er að ég sé off-service og ég sé ekki bara fastur í raskatinn á sjálfum mér og að ég hafi gildi og prinsip. Við myndum bara búa til allt annars konar samfélag. Það er ég byrjaður. Ég veit það, ég veit allt um það. En þess vegna ég segi mitt bara,
Þú veist, mér finnst einhvern veginn... Hvernig væri það? Það væri bara geggjað. Já. Og mér finnst einhvern veginn eins og án þess að fólk þurfa að vera sammála öllu því sem þú ert að gera. Það finnst mér svo áhugavert að þeir sem að gagnrýna þig mest og einhvern veginn, að það þú veist, fyrir hvað stendur þetta fólk, sko. Og maður hugsar, triggerast fólk svona mikið af því að það sé verið að búa til einstaklinga eða hjálpa einstaklingum að finna þann styrk í sjálfu sér að þeir bara segi sannleikan og séu með prinsip að því við búum í samfélagi þar sem það bara að fara að stuða fólk. Já, ég er að lenda í þessu, ég hef alltaf verið með sko krakka sem að farin á völlinu og grjótharðir og ég er geltandi á þau og þetta er alltaf rosalega intense og við til dæmis bara, við erum stundum að telja sko hvað eru margar stelpur sem fara að gráta hjá andstæðingunum versus hjá okkur. Og þá er allir bara, hvað Brynja, bara hann svo harður. Nei, rosa mikið af grátunum er ekki að því einhver var að meiða sig. Rosalega mikið af grátunum er að því að það er einhvers konar frustration. Ok, og þegar þú svona horfir á þetta og sér það, ég er með til dæmis bara stelpur sem kunna hugga sjálfan sig, stelpur sem eru bara svarhæfar í aðstæðum, þú veist, það sem að er bara verið að gagnrýna þær eða, þú veist, halda upp einhverju intensity og svo mætir þú með litlu dúlluna þína sem er búin að vera að vefja í bómul ótrúlega lengi og það má aldrei segja styggðarorð við krakkan, það má ekkert vera erfitt og aftur, þú ert bara úr Garðabænum og þú átt bara allt skilið og þú átt bara að fá allt sem þú vilt og svo er bara allt sett í örbylgjófnin og þetta gerist allt svo hratt að að auðvitað sko fattaru að þú stendst ekki samanburðina að þessu leyti. Þú veist, þú stendst ekki samanburð þessu leyti og þú vilt það ekki, sko. Hvar finnst þér línan liggja í einmitt, að því þegar ég hugsa sjálfa mig og sem, þú veist, mína barnæsku og allt þetta, þá segi ég hefði alveg, núna eftir og hyggja, hefði ég alveg verið til í að einhver hefði verið aðeins harðari við mig og það hefði verið hent meiri ábyrgð á mig og ég vil meina, sko, þú veist, kannski er ég að tala út frá sjálfum mér, en þú veist, þetta bara, það er kvíða og þunglindir faraldur á Íslandi, þú veist, það er bara 63.000 manns og ég vil meina svo stór hluta þessu stafi af bælingu og því að þú ert einhvern veginn að stöffa niður óþægilegum tilfinningum, stöffa niður aggressjóninni og þess vegna finnst mér svo heilbrygt þegar að fólk, þegar ég hef komið á æfingu og þegar ég sé bara að það er útrás í gangi og það er verið að kenna fólki að þú mátt vera allar útgáfur sjálfur, þú getur verið grenjandi, hlæjandi, öskrandi, ég held við búum í rosalega bældu samfélagi, hvað liggur línan hjá þér, hefur einhvern tíðan staði sjálfa að vera, þarna fór ég yfir striki. Já, ég meina, ég stend með að því næstu bara hverju mennsta degi, en máli bara að því ég er að díla við fólk og hef ég engar áhyggjur af því vegna þess að þetta þarf alltaf að vera í samhengi, sko, ég hef rosa mikið meðölum fyrir því þegar ég fer yfir striki. Ég get sagt fyrirgefðu, þetta er alltaf fyndi, sko, áður en ég kem hingað inn, þá er ég að tala við dóttur mína, ég vona að vera ekki fúl að því ég er að tala um þetta, ég er svona reyna að halda svona okkar prívat svona tóki aðeins út úr þessu hún verður þá bara brjál út í mig sko, ég er til dæmis að segja við hana sko, hún stofnar Aþenu og bara af öllum ólustöðum, sko, þá eru bara fáir sem eru búin að þurfa að standa stormin jafn mikið og hún ég var alveg bara pingu klökkur, sko, því ég byrja að tala um þetta, sko og sko, og ég segi við hana að sko þegar hún er að koma út úr þessu öllu saman svona út úr storminum, þetta fara að ganga vel hjá henni og við erum að fá viðurkenningi fyrsta skipti, sko, hún fór á Kjalarnes, hún var að spila 3-3 í 2 ár fyrsti leikurinn sem hún er að spila hún har aldrei tapað körfuboltaleik, sko, þess vegna fannst mér þetta svo geggjað og hún tók að sér ákveðið hlutverk, sko, sem var að passa upp á pabba sinn þú veist, þegar ég var hataðisti maður íþróttarhreyfingarinnar, held ég bara í sögu íþróttarhreyfingarinnar, sko og endalaust að verja pabba sinn, endalaust að taka fætinn og ég vissi að því ég þekki trámafræðina og ég þekki kvíðafræðina, ég hugsaði bara við erum að lóta í gott tráma en ég hafði engar áhyggjur af því þú veist, ég hugsaði bara
shiti sem ég búin að gangi í gegnum í minni æsku, sko, og ég svo fegin, ég svo ánægð með þetta er svo gott, og ég segi að eina sem ég þarf að gera, það bara að halda áfram díalógnum. Mantran var alltaf óskað þess að verkefni var ekki auðveldara, óskað þess að þú væri sterkari, og ég þekki hana og ég veit hvað hún er sterk og ég veit hvað hún er flott og hún er að fara að massa þetta allt saman. Þannig að þetta er dálítið filosófían, skilur mig. Þannig að er ég að fara yfir strikið með það að toga hana áfram að einhverju leiti, þú veist, hún kemur til mín og segist vera hætt í stjörnunni þarna á sín tíma og ég segi bara já og ég raunur fer á stað þegar hún alltaf bara hætti í körfubolta. Og það var ekki erfitt fyrir mig, sko. Það var ekki erfitt að gera það. Og þannig að, já, og það má eiginlega bara segja það að allt sem að ég geri í minni þjálfun gengur út á að fara yfir strikið. Fattar það mig? Að því að afreksmennska, og svo er það eitt, uppáhalds sálfræðingurinn minn upp í íþróttadeildinni í HR. Hún segir sko, hún talar það að sko stelpurnar talaði einhverju viðtali, sko, að það sem við værum að gera væri að það væri svo slæmt að vera að æfa hjá mér að því að þær læra að vera submissive. Þetta gæti ekki verið lengra frá raunveruleikanum. Það lærir að vera submissive. Og ég einhvern veginn, sko, lýsi þessu bara þannig að ég er alltaf að búa til aðstæður, sko, ég ætla að útskýra þess aðeins betur. Þau töluðu það að hún notaði orðið snembær afreksvæðing. Og það veit enginn hvað orðið afreks þýðir. Það er enginn skilgreint það almennilega fyrir mér. Besta skilgreining sem að ég hef í raun og veru svona, þau þurftu svolítið að kúka hana upp, en svona þegar ég er að taka inn bara svona hvernig fólk notar þetta og hvernig þetta hefur verið notað ekki um tíðina þú ert komin á endamörk getuðinnar, þú ert komin á endamörk áhrifaðina, þú ert komin á endamörk færniðinnar, ok? Það er afreksvæðing, sko það er afreks, afreksþjálfun. Ég skilji. Sko, ef að þú átt að vaksa og dafna hjá mér, þá er svo mikið af því sem ég þarf að gera gengur út á það að fara með á einhvern stað, hvað sem það er, sko, tæknilega, leikfræði, andlega, félagslega. Ég er alltaf að fara með þig á stað sem þú ræður ekki við. Ég er alltaf að henda þig. Það er alltaf að vera að fara yfir strikið. Vistu, ég er að garga á þig á þann hátt sem að þið finnst erfitt að takast á því, þannig ég er að fara yfir strikið. Ég er að segja alls konar hluti við þig, en það er alltaf verið að undirbúa þig. Og þegar að fólk ætlar að taka mig bara á face value eftir að sér mig einhverjum leik, það veit ekki raskat. Það veit ekkert. Það þekkir ekki samhengið, og einmitt þegar þetta segja þetta sem hún er að segja með submissive, sko, að ég galið að pæla í fyrir mig að mæta á eina æfingu og og sjá þessar stelpur, sko, gargand og gólandi og þetta er ekki submissive hópur. Nei, þetta er akkurat öfugt. Það er í raun og veru hvernig geturðu fengið omvend hugmynd þetta? Ég vil meina að hvort sem með fyrir, sko, stelpur eða stráka, kallar eða konur á Íslandi, að þá held ég að það sé svona þessi aggressjón bæling hjá okkur, sko. Sérstaklega stelpunum. Sérstaklega stelpunum, en líka hjá kallmennum. Já, en sko, þú líkir þessu ekki saman stelpumegin. Og þetta er náttúrulega bara einhver ákveðin erðasinn, sko, sem bara, þú pælir í því, þú veist, ef þú ætlar að ganga út og pappiðin á að geta gifti hérna í Galanda, þá verður þú að vera sæt og prúð og stilt og mátt ekki taka mikið plás, mátt ekki vera mikið skass. En hvað þá myndir, svo ég kom aftur á punktinu sem ég var að spyrja á hann, með munin á köllum og konum, munin á stelpum og drengjum, að því þú er búin að segja mitt að það sé galin pælinga kallmenn megi bara fara inn í kvenna íþróttir eða þeir eru búin að fara í hormónumeðferð, sem ég er alveg sammála. En myndirðu segja að upp að ákveðnum aldrei sé engin munur? Já, sko, það var alltaf, sko, málið var nefnilega, þegar ég sko, ég komin aftur á þessum punkti sem ég er að segja frá í byrjun, þegar ég var með konurnar á þessu námskeiði, þær voru líka að segja mér frá allir þessari lítilsvirðingu sem var að upplifa. Þú veist, ein stelpan sagði mér frá því til dæmis að þetta er ekki langt síðan, þetta er bara 2015, 2016,
hún spilaði með KR og þá var það þannig að sko kallarnir voru með sinn klefa, fótbolti og körbolti en stelpunnar í fótboltanum deildu klefanum með stelpunum í fótboltanum með stelpunum í körfunni og svo voru hún að lýsa því fyrir mér sko þegar hún ætlaði að mæta á leik sko og meistaraflokkarnir fá frítt hjá hver öðrum að það var bara einhver mikilvæg persóna í stjórnin sem þekkti hann ekki og hún var landsliðskona og einn best í liðinu og og bara alls konar djöfusist það og ég sko ég tek alltaf vinkilin svona að gott á okkur þú veist, ég fer og þess vegna held ég að rosa mikið af feministunum hatar það sem ég að gera því ég segi alltaf bara, já, var verið að pönkast að þér hana var bara verið að koma illa fram við þig já, frábært, þvílíkt tækifæri þú átti þetta bara skilið þú veist, akkurju bara, þú bara svo heppinn að fá þetta þetta er að fara að gera þig betri en þetta verður erfitt og þú ætti að standa með sjálf með þér geggja tækifæri. Þannig að þú komin aðeins mitt skurðpuntinum í því sem er svona fyrir mig áhört að þú ert að þjálfa ungar stelpur Já. og síðan sem að þær hafa náttúrulega elst, þannig að unga konur og allt þetta og mér finnst þetta að vera bara svona women empowerment skilur, það er bara verið að í raun og veru, hvað er íslenska orðið yfir empowerment? Valdefling kvenna en ástæðan fyrir því að þú fellur ekki kramið hjá hópnum sem segist vera að berjast mest fyrir valdeflingu kvenna nei, er að því þau eru först í fórnarlamba og aumingjavæðingu skilur, þannig að þeim líkar ekki það að sjá að það er verið að valdefla en ekki segja, en vilt ekki vera fórnarlamb Já. Það er ekki valdefling að segja einhverjum mann megi vera fórnarlamb skilur og maður hugsa við svona búum í samfélagi þar sem er svo mikið búið að vera að segja við okkur og kannski ekki síst við konur að það sé nú bara dálítið fín hugmynd að hjúfra sig mjög reglulega að fórnarlamba kottanum það sé gott bara svolítið að vera þar sko en eins og þú segir á endanum styrkistu og stækkar sem manneskja ef það er verið að fara með yfir strikið eða þú ferð sjálfur yfir strikið þá ert að stækka og það er líka bara þannig, ég meina konum sem er nauðgað þær eru líklegri til þess að lenda í því aftur heldur öðrum þú veist, hermenn sem fara sem eru koma tilbaka, þetta eru stúdíur sem eru gerðar eins og til þessum í Afganistan það eru gerðar mikla stúdíur á svona PTSD á hermennum, þeir sem komu tilbaka með PTSD voru þeir sem áttu áfallasögu fyrir þannig að það er eitthvað í því sem segir okkur það að það er ekki atburðurinn sem er trámavaldandi heldur er það uppbygging einstaklingsins það segir sig bara sjálft og þegar ég segist ekki vera í feminískri baráttu þá er það bara dálítið erfitt því ég er ekki kona en ég held ég treysti mér til þess að undirbúa konur fyrir það síðan að fara í einhverja feminíska baráttu þú veist þannig að þess vegna leit ég aldrei á mig sem þú veist, ég er ekki í baráttu fyrir innflytjendur upp í Efra-Breiðholti þú veist, ef við förum í kjarnan að því heldur er ég að undirbúa þá sem líður eins og þeir séu jaðarsettir þannig að þeir geti tekið fætin Einmitt. En eru við ekki komin alltaf líka bara öðru sem ég veist vera lykilpunktur bara í eiginlega bara allri umræði sem við erum búin að búa til svo mikla hóphyggju þú veist að þú átt að tilheyra hóphyggja, hvað er það á ensku? Þú átt að tilheyra einhverjum hóp og svo er þú veist, svo er jafnvel verið að fórnarlamba væða hópinn þinn og í staðin fyrir að þú veist að og síðan út frá þessari hóphyggju verður til þessi aðgreining þú ert að meina svona eins og til dæmis þegar bara stjórn þarf að vera samsett af konum og svo köllum 50-50 en svo þarf að passa sig á því að það verði hérna líka þeir lesbískir eða hommar fá að vera hérna inni en ég bara meina ef við bara tósum þetta alla leiðina aftur að bara rótunum og þú veist að þú ert að valdefla unga krakka og valdefla þú sem einstaklinga að þá á endanum er þú veist á endanum held ég okkur ættu alltaf að dreyma samfélag þar sem að þú veist það hvort þú konu eða kall skiptir einhver máli það hvort þú ert svartur eða hvítur skiptir einhver máli því við erum bara að hugsa einstaklinga en kannski búum við bara í því samfélagi núna að þetta er þannig, það skiptir einhver máli
Nei, við búum samt í samfélagi þar sem alltaf verið að reyna að segja okkur þetta skiptir máli. Já, en sko, ég þekki einstaklinga sem eru ekki uppteknir af þessu og heimurinn alltaf að spegla þá. Ég þekki konu sem er mjög kröftug og situr í stjórnum og búin að fara alla leið og eitt sem að einkennir hana einhvern veginn að það eins og þessi félagslegu Q sem að, sko, ég er búin að fylgjast með henni frá að það var 8 ára gömul, sko. Að þessi social cue sem hún fær þegar einhver kallremba allar eitthvað að reyna að segja við hana, já, þú ert ekki velkomin hér að því út kona, þetta bara registerir ekki hjá henni og það gerir þá það verkum að viðkomandi bara svona, já, ok, herðu, eftir smá tíma þá hann bara farin að umgangast hana eins og jafningja. Og þú veist, hugsaðu þetta, pældi hvað þetta erfitt þegar ég segi þetta. Þannig ég í raun og veru að segja, sko, að það ákveðið responsibility hjá einstaklingunum sjálfum, þú veist, þó að við vitum það að, já, ef við skoðum þetta, og þetta er svolítið gaman, sko, ég var í podcasti hjá, Gunnar Smára. Ég elska Gunnar Smára. Yndislegur. Hann er yndislegur. Hann var gæi sem að gekk inn í brennandi byggingu hjá mér þegar allir gengu út. Og þvílík virðing sem ég ber fyrir þessum manni, en þegar við hittum, sko, þá er hann alltaf að tala sko, hann kennir mér svo mikið, hann er svo mikið samfélagsrýnir og hann setur hlutan í svo geggja samhengi og við sátum í 4 klukkutíma í podcasti og mér fannst ég einhvern veginn allan tíman verið að reyna að segja, hvernig getur gæði eins og ég og þú tala saman, það sem að ég bara geðveikt að fá flugherrin yfir og taka þetta allt saman, sko, frá mér, en ég er bara infantry, sko, ég er bara að koma einhver stígvél og bara einn á einn skilur mig, þú veist, þannig að þegar ég er að þjálfa þá ger ég engan greinamun á hvað anskotin þú ert, skilur, þannig að þú lappar ekkert inn á æfingu hjá mér og ég er bara eitthvað, já, þú ert lesbísk, transgender, þetta og þetta, ég garga bara á þig, skiptir einhver máli hvað þú ert, og lappar hann inn bara einfættur eða í hjólastól og bara, þú veist, þú þurfum að garga á alla. Nákvæmlega, af því að í raun og veru ert að sýna fólki, ég veit ekki hvort ég Þetta er virðingin. Þetta er virðingin. Ég ætlaði að nota orðið virðingaleysi, ég ætlaði að segja að þú ert kannski að sýna fólki virðingaleysi með því að herru, nei, ég ætla að dempa mér hérna niður og ég ætla ekki að koma fram við þig eins og ég kem fram við aðra af því ég er einhvern veginn að ákveða inn í mér að þú sért aumingi sem þolir það ekki. Ég veit það. Það er virðingaleysi. Ég veit það. Og þegar fólk er ekki sjálf valdelt, auðvitað getur ekki gefið börnunum það sem þú átt ekki sjálfur. Það sjálfsögð. Þannig að, þú veist, og þarna verð ég að, sko, þarna er ég harður, sko. Þegar verið að saka mig að vera bully og þegar verið að saka mig að vera harður, þá er það gagnvart foreldrunum. Og ég þarf að þroskast svolítið með það. Akkurru? Þegar ég er á harðu við þess að ég þarf bara að fá þau inn í prógram og þjálfa þau. Þjálfunin þarf að eiga sér stað með, sko, og við verðum að tala erfiðustu casein, sko, við verðum alltaf að tala þessi 20-30% sem eru þetta helviti hávar. 70% liði er bara skilur bara mjög decent bystanderar skilur þau það er bara fólk sem er bara mjög decent en það bara horfir á og það er bara svona ég nenni þessu nú ekki, sko. Það er á sikurum endanum, þetta er bara middle class, þetta er bara jó á bolnum þetta er bara fólki sem við þekkjum sem í raun og veru heldur þessu öllu gangandi, sko. Þetta er einmitt, ég hef auðvitað að hugsa í þessu samfélagi sem við búum núna að þú nefnir þetta, sko, decent bystanderar sem eru kannski decent bystanderar, þetta er rosalegt koncept sem eru þögglir. Já. En ég hef með því að ég hef alltaf upplifað að samfélagið er svo mikið þannig að meðal maðurinn er rosalega fín manneskja en hann er bystander. Já. Þannig að hvernig myndi þjóðfélagi breytast ef að bæstanderarnir myndu líka bara fara að taka afstöðu, sko. Af því ég held að bæstanderarnir, sko, fólki sem er með hörðustu afstöðuna er með önnu karaktereinkenni heldur en decent bæstanderinn.
Og ég held að decent samfélagi væri miklu betra ef að rödd decent bystanderins væri orðin hávær. Já, en það náttúrulega, sko, þetta náttúrulega oxymoron, sko. Já, vissulega. Þetta algjört kontrast, sko. Vissulega. Já. En svo þetta náttúrulega bara þetta, þú veist, og ástæðan fyrir því að ég að mæta hérna og ég að reyna að peppa mig upp í það að fara drullast til þess að segja hvað ég að meina og skora á fólk að hérna, sem ætlar að vera djöflast í okkur, að tala við okkur og hérna, let the healing begin. Það þarf smá healing í þetta, sko. Maður þarf að senna sig í það, sko. En djöfull er búin að vera vondur við þessa foreldra maður. Ég bara fandur, sko. Við foreldrana? Já. Ég þolið þau ekki, sko. Þessa foreldrahópa. Þú veist, ég var pælið í daginn, ég var á einhverju einhverju fjölliðamóti og þetta er bara, það er bara styrjaldar ástand inn á fjölliðamótum sem ég fer inn á allavega. Þetta er bara, þetta er heilaskert lið sem fær að vaða þarna uppi, sko. Það er bara heilaskert. Hvernig þá? Bara talsmátinn og hugmyndirnar og þetta, sko, þetta er mikið af þessu sama liði sem talar það bara að skipta svo miklu máli að vera með og allir fá að velun. Svo bara mætir það þarna og nötrar yfir því að barnið er bara beitt órétti á allan hátt. Dómararnir eru á móti, andstæðingurinn, hann hefur það bara markmið að meiða þig. Það er bara alltaf á móti þér. Og þú fær bara útrás fyrir því sem foreldri og hérna, og ég sé bara áhrifin sem þetta hefur á þennan kúltúr. Þetta er svona massífur træbalkúltúr, sko, við á móti ykkur og allt þetta. Og þá var einhver sjónvarpsþáttur daginn þess að verið eitthvað að taka á þessu, sko, þetta breytir engu. Og þetta er máli, sko, ég sko, ég er til dæmis bara á næsta ári, þá ætla ég að fara mjög massíft í gegnum þetta með mína foreldra. Ég held að mínir foreldrar séu hérna, já, þetta er náttúrulega svolítið hreinsaður hópur líka, sko. Ég meina, ég byrjaði með, ég tók foreldrafund í byrjun árs, ég með nýjan stelpuhóp og ég sagði að það yrðu, sko, man ekki hvað voru margar, 15 eða eitthvað slags. Og ég sagði í lok vetrarins þá verða 4 af ykkur hætt. Það voru 4 sem hættu. Og það voru ekki stelpurnar sem vildu hætta, heldur voru það foreldrarnir sem bara ætluðu ekki að láta bjóða sér þetta. Þannig að ég er búin að búa til pinku köld, þú veist, í kringum mig, sem er bara fólk sem að hérna allavega er að kaupa þetta sem við erum að selja, sem þýðir það að það er ekki flókið fyrir mig að segja, heyrðu, þurfum við ekki að koma okkur upp ákveðnu svona code of conduct þegar við mætum í túnringar. Þú veist, við ætlum ekki að hafa okkur svona, við ætlum ekki að gera svona. Svona alltaf er rosalega styrr alltaf í kringum mig líka, sko. Þú veist, að því að ég er, svo er annað sem ég geri því ég fer inn á þessar túnringar, sko, það er það að ég, hérna, ég garga á dómara ef þeir eru latir. Ef þeir ætla ekki að hlaupa allan völlin, þú ætlar að vera, sko, með hana liði fyrir yfir í sókn hínum megin og þú ætlar að standa þarna. Þú ætlar ekki að dæma á hérna, þú ætlar að gefa stelpunum bara öllum afslátt. Það fattar það náttúrulega enginn, ég er að skammast yfir því að stelpunum mínar fá ekki dæmt á sig skref. Hvernig er að læra þetta? Ég fíla ekki þegar að ritarborðið er bara fullt af einhverjum smákrökkum sem get ekki haldið standard. Skilur hvað að fara, þú veist. Einhverjir úlingar, þú veist, ég garga á einhverja úlinga sem er í símanum þegar þeir eiga að vera á ritarborðinu. En hvernig þau eru að gagnrýna þetta fólk? Akkur er þetta að standa í þessu? Af því að, sko, þetta er aðferð sem heitir poke, provoke and elevate. Ég fæ aldrei neitt kredit fyrir þetta, en ég sé það bara að allstaðar í kringum mig fer fólk á tætnar. Og þetta er bara, þetta er áhrifaríkasta leið til þess í raun og veru að hafa áhrif á samfélagi í kringu sig og ég á bara auðvelt, sko, þarna, ég er ekkert allstaðar þar, en ég á mjög auðvelt með að vera óvinsælt þarna inni. Ég er líka búin að fara í gegnum ákveðin svona hreinsunareld sem það sem að ég veit alveg að, eins og til dæmis það var alltaf verið að saka mig að segja einhverja ógeðislega hluti sem ég geri aldrei.
ég segi aldrei einhverja, ég átti bara, Jesús minn, hvað ég átti að hafa hellt mér yfir. Það var eins og gerður, ég var eins og með hérna hækkum ránastelpuna mínar og það var gerður aðsúgur að mér eftir leik að því ég átti að hafa kallað einhverja stelpu tík og hugsaðir þetta var svona partur af kansileringu sem ég var að fara í gegnum á þeim tíma og allir sem ég þekki í þjálfun, þeir hefðu allir verið búin að beila sér löngu út úr þessu. Ég sagði bara, ég verð að halda áfram. Anyway, ég kallaði tík og það sem að fólk vissi ekki var það að í öllum leikjum í 5 eða 6 ár þá var ég alltaf mækaður. Ég var alltaf með mæk á mér og það var fyrir upptökumynd, já, en það var líka bara og svo þegar það var ekki í gangi þá tengdi ég bara mæk og því ég fattaði hvað þetta var mikilvægt, þetta var svo mikilvægt í sjálfsvörninni. Svo kemur kvörtun og þetta kemur kvörtun inn í KKÍ og svo kemur KKÍ og segir það er að koma kvörtun frá foreldrum þar sem þau segjast vera með sönnun fyrir því að þú hafi kallað einhverja stelpu tík og ég sagði, það vill bara svo skemmtilega til ég er bara með hljóðupptöku eins kristaltæra og hægt að hugsa sér og ég er alltaf í mynda því að ég var beint fyrir neðan kameruna stjórnarmaður hjá KKÍ fyrir gegnum þetta og segir bara já, hann er drullu harður við stelpunar hún fannst það svona pingu skrítið á þeim tíma en það er ekki þarna sem að orka tvímæli sko. Og það sem ég fannst alltaf svo skrítið að fólki fekk aldrei tiltal fyrir það að vera að saka mig eitthvað svona. Nei, ég veit. Og þetta er búið að gerast endalust og nú ætlum ég bara að fara að verja mig sko. Þú veist, ég ætlum bara að segja, þú veist, þetta er ógeðslegt og svo sagði fólk bara og ég sagði, heyrðu, svo fór ég daginn eftir þetta var fólk Keflavík og ég fór daginn eftir og sagði, heyrðu, KKÍ og ég var bara að gefa þeim svona benefit of the doubt, bara biðast afsökunar og segja bara, heyrðu, ok, ekkert mál segði, KKÍ búið að fara í gegnum þetta og þetta kom ekki fram og þá segja þau, já, við erum með upptöku af þessu, ég sagði, eruð með upptöku af þessu veitu hvar, já, við tókum þetta upp á síman ég sagði, þið heyrið þetta ekkert í símanum og þá segir bara viðkomandi já, þá er þetta bara orða móti orði ég bara hvað djók er þetta? Þannig að það er svo mikið geðsýki í gangi þarna þú veist, ég var í einhverju mínuboltamótin daginn, sko, þar sem að ein stelpan sem var að þakka fyrir leikinn labbaði og kýldi í hendurnar á öllum sem sagt stelpunum og misti af einni höndinni og kýlir eina í bringuna og kýlir svo mikið í bringuna því að hún hitt ekki á höndina á mér og pappinar er fyrir ofan mig og ég bara, þú veist þetta er bara slæmt fyrir stelpuna allar enginn að tala við og ég kalla og segja, hei, þjálfari og þá er pappinar fyrir ofan eða einhver úr þessu liði og byrjar að verja hann á fullu og ég hugsa bara svo fyrir þessi aðili inn á samfélagsmiðla og fyrir að drulla yfir mig skilur, hugsaði ef ég færi alltaf inn á samfélagsmiðla með eitthvað svona og öll vídeóin og hljóðbrotin og allt þetta sem ég geti verið að grilla lið hérna fram og tilbaka. Ég ætla að fara að pissa. Fara að pissa? Ég ætla að pissa. Já. Það varst ekki alveg búin að svara en þá hvernig nennir að standa í þessu? Af hverju er það þessu? Að hverju? Bara... Að lifa? Já, bara þú veist að þjálfa, þú veist að því þetta er alveg þetta er mikil vinna og þú ert að ströggla við kerfið, þú ert að ströggla við að fá réttar aðstæði fyrir ykkur og svo er einmitt þetta drulla allt og þú veist nærist á þessu eða? Ég meina nærist þetta er náttúrulega bara sko, ég meina ávinningur fyrir mig er ekkert lítill sko þetta er náttúrulega bara ég er að kassa inn allan tíman en sko, ég er alveg búin að pæla þetta sko. Mér langar að, sko, þetta er tækifæri fyrir mig. Ég er fullur af lexíum og frösum og einhverjum prinsipum og einhverjum svona og mér finnst ég þarna að fá tækifæri til þess að lifa þetta beint fyrir fram að nefið á börnunum mínum. Ég skilji. Af því ég trúi því að börn hlust ekki á mann. Þau hlust ekki á mann. Þau eru ekkert að pæli hvað þú ert að segja, þau eru bara að pæli hvað þú ert að gera. Já. Þannig að ef þú, sko, að tala inn í bara hjörtu ungra barna og úlinga er bara eins og vegvísir. Skilurðu mig? Þú ert bara á leiðin til Reykjavíkur
og þó að þú sett með skilti sem að tekur á móti og segir Reykjavík, sko, þá ertu ekkert komið til Reykjavíkur, þú hoppar ekkert upp á skiltið og segist það komið til Reykjavíkur. Þú veist, þetta er góður, þetta er góður leipill og þetta er góður, svona vegvísir og þetta svona rammar hlutina inn. Einmitt. Þannig að, og það er ástæðan fyrir því að ég er líka hamast í þessu í íþróttunum, sko, að því að sko aftur, þú fær svo mikið tækifæri til þess að búa til leksíur og kótsa börn í rauntíma í sportinu. Og þetta er alveg heldjúpur pakki sem er hægt að bjóða upp á í sportinu. Einmitt, maður frá að hugsa sko, tengja þetta við menntakerfið og svona, því að tala þess að virðisaukningu, sko. Já. Þess að mann finnst einhvern veginn að við gætum alveg gert talsvert mikið betur í, maður hugsa bara, þú veist, ég var í skóla í, hvað ég að segja, 17 ára eða eitthvað. Það er svo mikið að dóti sem manni var aldrei kent, sko, sem er kannski það mikilvægsta, sko. Já, mitt. Og svo er þetta þannig, sko, ég kenn alltaf mistakafræðina, sko. Þú veist hver eru bestur, það er sá sem gerir flest mistök, ef hann gerir hvað, ef hann kann mistakaferlið, hvernig mistakaferlið, tekur eftir mistökum, viðurkennir fyrir sjálfur, leiðréttir og svo getur þú glemt þeim. Og hvað gerir þú svo? Svo hækkar þú ranna og svo ferðu aftur á stað og málið er að mestu mistökin sem fólk gerir þegar alltaf að aktivita þetta, það er að halda þessi bara lægi að gera mistök bara svona og vera ekki að vanda sig. Þá virkar ekki ferlið. Þannig að þú verður að vera að leggja þig eins mikið fram og þú mögulega getur og þá virka leksíurnar, sko. Þú getur ekki bara sagt, þetta er bara góð leksía fyrir mig að tapa þessum leik, en þú gerðir ekkert til þess að reyna að vinna hann, sko. Skilurðu mig? Ég skil þig. Þú átt ekki að nota mistökaferli sem einhverja réttlætingu á lélegu efforti, sko. Hefur eitthvað skoðað Jürgen Klopp sem var að hætta sem þjálfari í Liverpool? Nei, ég nenni ekki þessum pornkongum, sko. Akkur er pornkongur? Þetta er bara, þú veist. Mér finnst hann vera, þegar ég hlusta á blaðamannafundina og svo hlusta á fílosófíuna. Já, sko, þú voru áttað á því, Sölvi minn, að ég er búin að vinna á bakvið tjöldina og þetta er leikrit. Það er allir að virtual signala einhvern anskotan. Já, þannig er þetta alhafa. Já, þú veist, ég bara... Er það að segja í öllum íþróttum og allstaðar? Nei, bara þegar þú ert komin í atvinnumanna, þetta sem þetta snýst milljarða, þú veist? Já, en þegar þú ert að tala... En af hverju er eitt lið sem er búið að eyða minni peningum en hinn liðin, sem nær alltaf að keppa við bestu liðin sem er að eyða miklu meiri pening, það er að því þau eru að gera eitthvað öðruvísi. Já. Skilur þú hvað er að fara? Og þar með eru þau kannski ekki að fullu í þessu porni sem þú ert að kalla svo. Sko. Algjörlega, en ef þú hefur bara, sko, ef þú hefur áhuga á, sko, andanum í sportinu, þá myndi ég ekki mæla með því að fólk sé að horfa á enska fótboltann eða NBA eða... Nei, ég skil alveg hvort að fara. Ég skil hvort að fara, en það sem er bara, að því þetta sem þú ert að tala um, hann tala svo mikið bara segir, þú veist, að eina sem við getum gerst er að við leggjum okkur alla fram alltaf, þannig að þú veist, ef að þetta gekk ekki upp, þá gekk þetta ekki upp út af því að við klikkuðum á því, sko, og skilur hvað er að fara og að því auðvitað er þetta upp til hópa fordegraði strákar sem er að fá alltaf mikið borgað og ég skilur alveg hvað þú ert að fara þegar þú talar um þetta andin sem farin úr þessu. Ég á hetjur í þjálfun sem eru, sko, alkymistar og Klopp eða hvað hann heitir, sko, hann er ekki með tæknar það sem þessi gæri er. Þú ert að kynna þeirra fyrst? Já, ég þarf ekki að gera það, sko. Það er ekki sjálfgefið. Ég skil hvort það var. Ég er ekki, þú veist, ef ég bara, að ég er búin að vera þarna inni og ég veit hvað er verið að klæmast á öllum frösunum og gildónum öllu þessu dóti. Þannig að bara, þú veist, og ég bara sé þetta aftur og aftur og aftur og aftur og aftur og aftur. Þannig að ég líti ekki eins og ný áttina og það getur vel verið að ég sé bara að segja, og ég er með fordóma, ég er að dæma þetta fyrirfram. Það er það sem ég er að segja. Já, ég er alveg að dæma þetta fyrirfram. Ég skil hvað þú ert að fara og ég er alveg sammálaðir, en ég held að sé ekki hægt að alhæfa, sko. Nei, ég er bara að segja við þig, ekki tala við mig um þetta, sko. Ég man fyrir einhverjum árum síðan, þá var ég alltaf að spurði, ertu búin að lesa bókin eftir hvað hét hann, Alex Ferguson? Þú veist, og það sem ég er að segja, þetta er bara svona svipað eins og þú værir
að tala við gourmet chef og þú verður að tala við mig sko, hefurðu smakkað matinn inn á einhver svona veitingahúsakeðju af því að fólk hefur bara aldrei farið sko, gert neitt annað heldur en að stúdera mat út frá bara keðjum og það sem bara mainstream þannig ég bara að reyna að vera svolítið snobbaður fattarðu mig? Algjörlega þú ert komin í hipsterinn sem að... Já, ég er svona þjálfara hipster. Komin í hipsterinn sem að ef eitthvað er orðið of mainstream þá getur það ekki verið gott. Akkurat. Að því, ég skil alveg hvað þú ert að fara þegar og ég efast ekki það eina sekundu þegar þú segist hafa kynst bara alvöru alkemistum sem kannski ekkert margir vita hverjir eru. Nei, og myndi aldrei vita hverjir eru. En ég held að séu líka aðilar inn í mainstreaminu, það sem er bara áhugavert að þú horfir á kannski eitthvað lið og einhvern veginn verða allir leikmenn betri þegar þeir eru undir stjórn þessa tiltekna manns leið og hann hættir þá verður ekkert úr þeim en þú er samt að það er eitthvað sem hann er að gera sem er öðruvísi þú er að muna eitt ef þú ert í 10 liða deild þá er alltaf eitt lið sem er þannig þú er að passa það svolítið á því sko af því að þetta er zero sum bransi þetta er zero sum bransi sko þannig að þú veist, það er alltaf 50% meðtals vinningshlutfall í þessari deild líka. Já, en það sem ég er að meina er ef einhver yfir kannski 15-20 ára tímabil sýnir það alltaf að hann tekur við einhverju liði þá verða miðlungsmenn allt í hennu rosalega góðir svo verður þessi sömu miðlungsmenn þeir breytast aftur í miðlungsmennu lið og viðkomandi fer svo fer hann í annar lið og gerir það sama svo fer hann í þriðja lið og gerir það sama þá er hann að gera eitthvað öðruvísi en hinn sko. Já, en ég veit bara sko það sem er svo geggjað við þetta sko er það að mér og þetta er bara það fyrsta sem ég tók eftir þegar ég var búin að vera í ráðgjöf fyrir öll þessi lið og allt þetta sem ég var alltaf að gera ég var farin að setja sko þjálfara á svona skala og einum skalanum ertu með developer megin og þessum skala ertu með manager og ef þú ert í Bretlandi þá kalla þeir þjálfarana managers og mér finnst það svo heiðalegt mér finnst alltaf svo skrítið í byrjun þú veist, því ég var í Bretlandi sko og þessi bransi áhrifahringur þinn þar, hann gengur rosalega mikið til dæmis bara út á það að vera að skáta mannskapinn og það er líka því að sko þessir klúbbar geta valið, þetta er bara ákveðið náttúruval þannig að þú getur líka út klár, þá getur þú líka, og ég meina þetta er það sem að þjálfarar eiga að gera líka, þú getur líka bara verið mjög klár í að velja réttu típurnar inn en ástæðan fyrir því að ég tengi ekki við þetta og margir sem eru í mínustarfi er bara eins að ég get ekkert bara ef ég fæ lélega hönd þá get ég ekkert sagt að ég ætla að fá að treyta á þessu eða má ég vera með 8 ása í stokknum ég skil þig, auðvitað þannig að því að sko ég er í ákveðnum pólitískri baráttu Sölvi ég er í pólitískri baráttu að upphefja starfslýsingu þjálfarans og það er það sem ég er að gera núna þannig að ég er alltaf að berjast fyrir þjálfaranum, developerunum vegna þess að developerinn er í útrýmingahættu og þess vegna bara teki alla þessa fæti sem ég mögulega get að reyna að útskýra fyrir fólki hvað er að vera þjálfari og hvað er að vera manager af því að þetta er ekki sama starfslýsingin sko. Ég skil það, algjörlega en ástæðan fyrir ég nefni þennan mann og annan líka, það eru tveir svona sem ég held að séu bestu managerarnir í fótboltanum, Pep Guardiola og Jürgen Klopp maður sér sko baktjálta efni og ég þekki þig og ég man þegar við vorum fyrst að kynnast þá notaður mikið orðið urgency ég upplifði þessa menn eins og brjálæðinga þú veist þessi menn eru brjálæðingar og ástæðan fyrir því að þeir ná svona miklum árangur með liðin sín er að það er algjört urgency í gangi á öllum æfingum og þess vegna held ég að sé alhæfinga að þú veist, að því svo ertu með einhver önnu lið þar sem bara verið að eyða pening en það fer allt aftur og aftur í rugl því það er bara eitthvað í kúltúrnum í klúbnum sko Já, og svo ertu líka bara að velja rangar típur inn Algjörlega Algjörlega og minna, þú sér þetta bara í íslenska fótboltanum það er bara stórfurðulega gæjar sem eru Ég held að sé að verða breyting einmitt, ég veit ekki hvernig það er svo sem í NBA en í fótboltanum sé ég það er að verða breyting í filosófíunni hjá sömu liðin þegar þeir eru að kaupa leikmenn þá er þetta að fara meira snúast einmitt, þú veist, eins og til dæmis í Liverpool það er, held ég, allir leikmennir eru mjög trúaðir
það orðið lykilatriði, skilur. Þú kaupir eitthvað og þetta sé bara hvert er background þessa gæja, skilur. Er þetta gæji sem bara búin að vera með sömu konunni hérna síðan hann var 16? Er hann trúaður? Mér stælt einu svo þessi hlutur séu farin að vera bara algjört lykilatriði og aðalatriði. Þetta er eitthvað svona indikatorar, sko. Þetta er svona performance indicatorar. Hvað myndir þú segja um það að því við erum búin að tala svolítið Íslands samfélag og þú svona gagnrýnir ýmislegt. Er hluti af því sem að hjá okkur trúleysi? Hvernig skilgrur Ég þarf að meina bara á einhverjum tímapunkti gerist að við erum, þú veist, við erum hérna flest förum inn í þjóðkirkjuna þegar við erum skýrð og svo, þú veist, fermumst við og eitthvað svona, en við förum ekkert í kirkju, við erum ekkert að iðka neina trú og á einhvern nátt verður alltaf eitthvað annað að koma í staðin fyrir trúleysið, trúna og hjá okkur hefur það kannski orðið svolítið svona einhver postmodernismi og réttrúnaður en verður að nýrri trú en það vantar öll þessi gildi, sko. Sem þá er ég ekki að segja að það sé allt frábært í trúðum samfélögum, en það er einhver festa, það er eitthvað, þetta er ekki bara einhvern veginn. Ég get ekki bara að lifa lífinu mínu einhvern veginn. Ég er með einhver grunngildi sem ég vík ekki frá. Og eitthvað sé svona eitthvað sé aðra en þú. Mér finnst við vera búin að vera í svolítið gildislausu samfélagi, en ég held að það sé að breytast. Akkur heldur það? Bara ég á tilfinninguna sé að koma upp kynslóð sem að svona... Er það ekki bara þú? Kannski og líka bara fólk kringum mig, ég veit það ekki, sko. Ég veit það ekki, af því það er áhugavert með mitt. Og eftir því sem ég verð eldri, sko, þá áttaði ég mig á því að á svo mörgum tímapunktum hefði maður getað sagt það til dæmis. Hvað þá? Að bara, þú veist, að fólk væri að vakna? Það væri að vakna og skipta eitthvað yfir og ég held að, og svo þegar ég er að tala við fólk og það talar þannig, að þá er akkurat það sem er að gerast hjá þeim, sko. Af því að það er rosa erfitt að vera einhver sem er ekki í neinni vitund og hann er alltaf bara í engri vitund, sko, en í engri tengingu við kosmósið, almættið, Guð, alla eitthvað og eða náttúruna, sko, og hann er eitthvað, já, það er eitthvað vakning í gangi og hann er sofandi sjálfur. Þú veist. En ég bara, eins og ég sé þetta og þetta er kannski, komdu með feedback á þessa pælingu, að það finnst mér einhvern veginn eins og það sem er að gerast bara kollektíft í heiminum er að tíðnin er að hækka, þrýstingurinn er að aukast sem þýðir það að, þú veist, eins og í COVID og allir þessu dóti, þá þú veist, þú notað þessu setningu mikið the pain of discipline versus the pain of regret að það sem sé gerast er, sko, að þegar tíðnin hækkar, þá verður þjáningin okkar meiri sem þýðir það á endanum verðum við öll að fara að líta í speilin og byrja bara að skoða, þú veist, þarf ég að gera þetta eitthvað öðruvís og þar á leiðandi sé ákveðin vakning í gangi. Þessi tíðnin vera að hækka? Já. Mér finnst það vera að lækka. Í alvöru? Já. En aftur, skilur, ég er inn í íþróttahúsum landsins. Ég veit það. Þetta er bara lágmenning. Já. En þá er spurninga mitt með, sko... Hugsaði, sko, svo mætur hana, sko, og það er ekki bara það að það sé lágmenning og það sé einhver tribal kultúr og fólk mætir heldur, sko, þú veist, þú fer síðan inn á eins og úrslitakeppni í körfubolta og svona, það bara flæðir allt í áfengi. Já, einmitt. Það bara allir að fá sér bjór og eitthvað bara, já, það er svo gott að deyfa sig í lok vikunar að fara á körfuboltaleik með sínu tribe og fá sér bjór, þú veist, rosaleg tíðni í því. Nei, en það er svona ég segi, sko, það er alveg, ég fór með mömmu minna inn á bráðamóttökun á Landspítalana daginn og hún þurfti að bíða þær í næri 6 tíma og þú veist, ef hann langar eitthvað að borða, þetta er Landspítalinn. Já. Það er, sko, sjálfsali og 90% af því sem er í sjálfsalanum eru súkkulaðistýr. Þannig ég er ekki að segja, ég gæti farið út og eftir og bent á milljón hlutir sem ég myndi segja bara ákvaða tíðni leveli er við. Þess vegna er ég að segja þetta, sko. En ég er að meina, en ef ég hefði bent á þennan hlut með sjálfsalan og Landspítalanum, sko, ég er að segja, mér finnst eins og sé fleiri að taka eftir þessu. Og það eru mín rök fyrir að tíðni sé að hækka. Ég gæti ekki verið mér ósammála, sko. Ég er bara þjakaður einhverju wicked world syndrome, sko. Mér finnst bara að fara til fucking helvítis. Í alvöru? Já. Ég sé alveg rökin fyrir því allt sé að fara til helvítis. Ég er einhvern veginn alveg firm believer í að það sé undiralda í hináttina, sko. Ég ætla að vona, sko, en svo er líka eitt í þessu, sko, bjartsýnismennirnir, sko, maður er að passa sig á þeim, sko, þeir deyja fyrstir. Bjartsýnismennir? Já, þeir deyja fyrstir, sko. Er ekki alltaf að deyja sem bjartsýnn maður?
ekki ef þú eru áhuga á því að keyra upp fríkvensi í kúllutum árum að ferð. Eða ekki að skilja hafa ekki margir góði menn Eða þú skilja eftir eitthvað legacy. hafa ekki margir góði menn keyrt vel upp fríkvensið áður en þeir dóu eins og Martin Luther King og fleiri. Jú, ég er að segja það. Flotta, skilur, hann keyrði fríkvensið það mikið upp að hann kostaði hann lífið, sko. Við vorum ekki að tala um það. Við vorum að tala um bjartsýnismenn. Ok. Já. Var hann ekki bjartsýnismaður? Nei, það held ég ekki. Nú? Nei. Sko, I have a dream, er það ekki bjartsýni? Jú, sko, en hann segir, daginn áður hann skotin, þá segir hann, I don't know what will happen now. We got some difficult days ahead. But it really don't matter with me now, because I've been to the mountaintop. And I looked over and I've seen the promised land. Okay. I might not get that with you, but I want you to know tonight that we, the people, will get to the promised land. So I'm happy to say I don't fear anything, I don't fear any man. My eyes have seen the glory of the coming of the Lord. Hann vissi hann var að fara að drepast. Já, hann var ekkert bjartsýn á þetta. Er það ekki bjartsýn að segja að ég er búin að sjá að við erum að fara í fyrirvendaland? Jú, býtu. Síðan er það bara spurning í raun og veru hvert hann hefur farið. Ef það að vera bjartsýn eða hafa trú á einhverju, það er ekki að sama. Nei, ég skilji. Fattar mig? Og vera rosa bjartsýn, að það er dálítið þú lendir í alvöru aðstæðum, þá þarfst að segja, heyrðu, þetta verður erfitt. Og við gætum hugsalega ekkert komið í gegnum þetta. Og svo er þetta líka náttúrulega dálítið pæling með það, þannig ertu kannski líka með bara einhvern sem ætlar að keyra í gegn svolítið Pygmalion, self-fulfilling prophecy. Þannig að þú veist, ef þú ert að tala að þú hefur trú og þú treystur ekki til að fara í gegnum þetta, en elskuðna mínar, þetta er að fara að verða fucking tough og þetta er að fara að verða erfitt. Já. Og það er einmitt það sem ég er að færa rök fyrir. Ég er að færa rök fyrir því að við séum að fara inn í tímabil þar sem að á endan, þú getur verið með fólk sem að fer í gegnum lífið og það er í raun og veru bara eitra út frá sér og það er að hafa slæm áhrif á fólki í kringu sig. Þessi manneskja breytir ekki sjálfri sér fyrir en að þjáningnum verður nógu mikil. Já, en skilur, og kannski er og þess vegna þarf þetta að verða áður en það verður betra. Já, en þá þarf að vera einhver aðgerðar áætlun. Þú þarft að segja, heyrðu, við erum að fara hérna inn í eitthvað sem er að fara að verða ógeðslega erfitt og þetta er það sem við ætlum að gera. Bjartsýnismaðurinn, hann er ekkert að pæla í því. Hann er alltaf bara, hann segir alltaf bara, ég vona og ég, ekki ég trúi, heldur bara svona hann bara, eins og eitt hérna sem að ég tengi rosalega við. Fólk kemur til mín og segir hérna, hvað er þetta stand í þessari stelpu baráttu, sérðu ekki maður, þetta er alltaf breytast. Sérðu ekki, þetta er alltaf breytast. Þetta er svona fólk sem hefur aldrei gert raskat í þessari baráttu. Þetta er svo bara með hérna, eins og hefði verið í hérna verkalýðsbaráttu í gamla daga. Að því að réttindi verkalýðsins á tímabili voru alltaf að verða betri og betri að þegar hópurinn náði einhvern veginn utan þetta og þá hefðu menn getað komið og sagt hvað er í þessari verkalýðsbaráttu maður sjáu ekki að þetta er alltaf breytast. Þetta finnst mér, þetta eru bjartsýnismennin. Já, ég er alveg, ef þú kallar þetta bjartsýnismenn, þá erum við alveg sammála, því ég vil meina mitt að fólki sem þegar þú segir talandi baráttu kynjan og fólki sem segir ekki er alltaf breytast, það er fólki sem vil breyta þessu ofanfrá með því að setja jafnbreytiskvóta og einmitt, sérðu ekki að það er alltaf réttri leið með loftslagsmálun á jörðina því ríkisstjórnin er alltaf að fara að banna okkur að keyra ykkur að bíla og eitthvað í staðin fyrir neini. Við þurfum að breyta þessu bottom up. Við þurfum ekki að fara að breyta þessu með því að búa til fasisma. Það er bara þetta grínast. Það sem að ríkið á að fara að ákveða hvernig við megum tjá okkur og ríkið ætlar að ákveða hvort við megum keyra bíl. Það er ekki lausnin. Þetta er svo alltaf að taka og boxa inn úling. Einmitt. En svo þú fáir ekki það í andlitið setna. Já, nákvæmlega. Erum við ekki verið heldur flottir? Við höfum alltaf verið flottir. Það held ég. Flottu með sverðið. Já. Þetta er gott, Ég held fyrst þetta að það væri, ég var að taka, ég sagði, er sverð inn í þessu? Er þetta slíður, Það er bara gott ef það verður ráðist á mig, Já, vera með þetta, til öryggis. Já. Geggjað. Hérna, og bara, og gaman að fá að koma aftur. Já. Því að þetta er svona, þetta var ákveð, ég tók ákveð skref því ég mætti fyrir 3 árum síðan og það er ýmislegt búið að gerast á 3 árum. Já. Holy moly, maður. Margt búið að gerast, en þú heldur áfram. Já, fæ ég að koma aftur eftir 3 ár. Algjörlega. Jafnvel fyrr.
jafnvel fyrr. Já. Geggjað. Geggjað. Takk fyrir komin.